Nýir samlokusímar frá Samsung. Nú með glæsilegum kaupauka. Tvöfalt geymslupláss og Galaxy Buds 4 Pro. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Komið heil og sæl og velkomin í Spursmál föstudaginn 21. ágúst. Nú aðeins 8 dagar þar til að við göngum að kjörborðinu og ákveðum hvort að Ísland virki að nýju umsókn sína að Evrópusambandinu. Þetta eru sannlega spennandi dagar og þátturinn í dag mun bera þess merki, rétt eins og þættirnir í allt sumar og þátturinn á föstudaginn í næstu viku. Við erum að taka þessa umræðu alla leið og það er líka gert á síðum Morgunblaðsins og í MBL. Ég hvet ykkur til að kynna ykkur blað dagsins. Það er að finna greinar bæði með og á móti þessu máli og sömuleiðis upplýsingar sem að geta gefið ykkur tækifæri til þess að glöggva ykkur á því hvernig skuli ráðstafa atkvæðinu á laugardaginn eftir rúma viku. Ég vek líka athygli ykkar á mjög skemmtilegri forsíðumynd blaðsins í dag. Þetta er úr Fossvoginum þar sem verið er að framkvæma. Þannig verða undirbúa undirstöður mikillar brúar sem að mun liggja milli Kópavogs og Reykjavíkur. Hún mun bera nafnið Alda. Ég hlakka til að sjá hana rís úr hafi og sjá hvernig hún mun bæta samgöngunar og það verður gaman að fara þarna yfir, hvort sem að maður hjólandi, gangandi eða með öðrum samgöngumátum sem að almenningi bjóðast. Nú, hér í vikunni fengum við fréttir af því að peningastefnunefnd Seðlabankans hefði talið sig knúna til þess að hækka stýrivexti 25 punkta. Nú standa þeir í 8%. Verðbólgan er þrálát. Og Seðlabankinn er ómyrkur í máli. Hann segir að 2 megin ástæður séu fyrir því að verðbólgan helst í hæstu hæðum nú yfir 5%. Það er annars vegar olíuverðshækkanir sem rekja má til stríðsins í Íran. Átökin við Hormúsund er að hafa áhrifum allan heim. Verðþrýstingur á iðnað og starfsemi ýmiss konar, samgöngur auðvitað eins og við þekkjum, er mikill. Hins vegar er það ríkisvaldið á Íslandi sem er að kynda undir verðbólgunni með ákvörðunum sínum. Sjáðu hvað Þórarinn G. Pétursson, varaseðlabankastjóri peningastefnu, hafði málið að segja á miðvikudaginn. Eitt af þess að við horfum á þessum fundu núna er til dæmis að ráðast að sjá að störfum hjá einkageiranum er að fækka. Störfum hjá henni opinberra er að fjölga mikið. Launaþróunin launahækkanir eru mest hjá henni opinberra. Og verðhækkanir eru mest hjá henni opinberra. Þetta er auðvitað gefur tilefni til að staldra við. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, hún hét í að beita sleggjunni á verðbólguna þannig að vextirnir myndu fara niður. Hér er Seðlabankinn að slá á puttana á ráðherranum og segir þið eruð ekki að gera nóg. Ég veit ekki af hverju hún er ekki að grípa til þeirra aðgerða sem nauðsynlegt er, en við verðum að fara að sjá betur á spilin. Bæði sleggjuna sjálfa en ekki síður planið sem að forsætisráðherranum er tíðrætt um. Það brá auðvitað mörgum í brún þegar í ljós kom að Seðlabankinn þyrfti að hækka vexti eins og hann gerði. Flestir voru að vonast til þess að hann myndi að minnsta kosti ekki halda þeim hærri en 7,75%. En það var þó í herbúðum Evrópuhreyfingarinnar og játilega sjá sem að skapaðist mikil þórðargleði yfir þessum tíðendum. Sjáið þetta myndband frá framkvæmdastjóra Evrópuhreyfingarinnar. Góðan daginn, hér erum við að vakna eftir að fréttir að Seðlabanki Íslands var að hækka stýrivexti upp í 8%. Hvað þýðir það fyrir þig með 50 milljón króna húsnæðislánið? Auka 9.000 krónur á mánuði sem þú hefði getað boðið bróðinu bíó fyrir, skilur við. Auka 108.000 krónur á ári, takk fyrir takk. Og þar, með þeim pening, hefur getað farið með kærastunni til Parísar og haft það notalegt. En í staðinn, ef fólk að noti nú telja trú það að við getum haft stjórn á öllu okkar efnahagskerfi. Ein eyja út í ballarhafi. Þau eru að ljúga þér, við höfum miklu frekar að hafa það næs, segja já 29. ágúst og sjá þá hvort að við getum ekki fengið stöðugra, betra efnahagslíf sem er ódýrara fyrir þig og þína. Það er ekki skynsamlegt að hlakka yfir óförum annara og hvað þá sjálf sín. Snærós Sindradóttir ætti að sýna sóma sinn í því að biðjast afsökunar á þessu, enda er þetta alvarlegt mál og á ekki af í flimtingum og síst af öll ætti fólk að nota þessa aðstöðu í pólitískum tilgangi. Við ætlum hins vegar eins og ég sagði að halda umræðunni hérna áfram. Ég hef síðasta 1,5 árið óskað eftir viðtali við utanríkisráðherrann Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur. Hún hafði lengi vel ekki kost á því að koma hingað en gaf síðan upp fyrir nokkrum vikum að það væri von á henni fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna.
Hún hefur verið eins og landafjandi út allt að ræða við fólk í podcastum, í erlendum fjölmiðlum og auðvitað hjá Ríkisútvarpinu. En nú orðið ljóst eftir tölvupóst frá aðstoðarmann hennar að hún mun ekki gefa kost á viðtali hér á vettvangi spursmála fyrir atkvæðagreiðsluna. Þetta vont mál verði að segja. Þorgerður hefur lýst yfir að Íslands stórveldi og hún segist ætla að beita fullri hörku í samningum við eitt mesta valdabatteri í heimi í Brussel. Ég velti fyrir mér hversu ójafn leikur sá í ljósi þess að hún þorir ekki að eiga orðastað við þjóðina hér á þessum vettvangi. Hún verður að eiga það við sig. Góðu þáttu framundan til koma hingað eftir skamma stund Þorsteinn Þorgeirsson og Konráð Guðjónsson. Þeir eru báðir hagfræðingar og eru á öndverðum meiði það hvort að við að taka upp evru og gangi í Evrópusambandið. Í lok þáttarins mætir síðan til mín herra Ólafur Ragnar Grímsson fyrrverandi forseti. Hann ætlar að fara yfir stöðuna eins og hún blasir við honum núna þegar 8 dagar lifa af baráttunni. Fylgist þið með. Vikan hefur verið alveg geggjaðslega góð hjá stjórnmálafólkin okkar, en það eru alltaf allir aðeins meira í stuði þegar það svona hæglætis veður í kortunum. Það alveg vísindalega staðfest, sko. Sjónvarpsstjarnan Halla Hrund setti 5. þáttin af það sem ég elska við Ísland í loftið, þar sem að dýr og bændur fara með stórt hlutverk. Og hún vonast til að þátturinn smakkist vel hjá þjóðinni. Já, vonandi smakkast þátturinn allavega betur en jákakan hennar Ásu Berglindar. Ég hef aldrei verið mikið fyrir súkkulaðikökur og hvað þá kókosmjöl? Nei takk, ekki á minn disk. Diljá Mist tók til máls í Hörpu á dögunum og segir þvert nei við fancy fíluferðum til Brussel. Í alvöru meiri partypúperinn sem hún sagði enginn aldrei. Hanna Kata kvótakiller var í geggjaðri stemningu í höfuðstöðum til að sjá í vikunni, enda aðalstjarnan þar. Litla rockstjarnu lífi sem hún lifir. Bryndís Haralds fundaði nýsköpun með fullt af áfram Íslandsskvísum í Grósku á dögunum. Það nefnilega vel hægt að vera bæði cute og klár, just saying. Og Kristrún heldur því fram að þjóðin sé ekkert tvístruð. Nei eða já, af eða á nú eða þá spyr maður nú bara. En við skulum bara spyrja leikslokum, kæri forsætisráðherra. Það alveg sennilega von á skilnaðarhreinu. Hagstofan á bara eftir að gefa út ítarlega tölfræði sem já, ég veit það ekki, sem fólk svona eins og ég sem elskar ófærir annara, við bara spenntir eftir. Simmi Dabbi býr yfir þeim einstaka hæfileika að geta kjarna málin og það gerði hann svo sannarlega á Facebook í vikunni þegar hann líkti brunarústunum sem grillið hans svo sannarlega við inngöngu Íslands í ESB. Já, maður segir kannski bara betur eru eigin brunarústir en brunarústir Brusselinga. Elsku Obba komst í smá bobba á Höfn í Hornafirði í vikunni og þurfti lögregluaðstoð við að komast út úr björgunarbíl sem hún fekk að prufukeyra. Guð sé lofa, allt fór vel. JP orkumáladúddi var í stuði fyrir breytingar og ákvað að skipta opnumynd hjá sér á Facebook. Oft þarf ekki að breyta neitt og miklu til þess að maður hætti að vera eitthvað lítill í sér og líða eins betur. Þarna bara ráðherrafjöllan sæleg. Já, en hún verður það nú sennilega ekki mikið lengur. Sjálfur kóngurinn lét sig verða á eggjum varða í vikunni og gerði verðsamanburð út í ystu æsar. Að nenna þessu. Líklega hefur hann bara verið að horfa á Stellu Orlofu og fengið þetta á heilan. Þeir eru svona þessi límheilar. Inga Sæland heldur áfram að standa við fyrirheit sínum að reisa ný hjúkrunarrými í annarri hvoru götu hringinn í kringum landið og fékk að klippa á enn eitt borðan á Höfn í Hornafirði. Svo gaman, þetta bara verður ekki þreytt. Jón Gnarr hló sig máttlausan yfir því hvað framtíðin öfursnúin fyrir alla. Bara kalla með hár og kalla með skalla og sólgleru og nakanum. Já, framtíðin annarkvort björt eða svört. Veldu friðin og strjúktaðu kviðin, segir maður nú bara. Bogga Gunn búin að reima á sig skóna og ætlar að hlaupa í Reykjavíkumaraþonum helgina. Dulledeppa, ha? Hún auglýsti eftir góðum lögum til að blasta í hlaupinu og hefur tillögum bara gjörsamlega rignt yfir hana síðustu daga. Sko það miklu steypiregni að nú hefur hún slökkt á kommentakerfinu. Hún greinilega bara komin með hinn fullkomna lagalista þar sem lög eins og nei, 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 með áttunni, muni ekki eftir þessu, algjör slagari sko, eða bara nei, nei, ekki í ágúst með þarna HLH flokknum. Já, Tóka. You rock! Gangi vel í hlaupinu og öllum hinnum. Nýr Hongqi EHS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sævarhöfða. Ekki láta loka þig inni. Meldu frelsi.
Samsung. Mannvirki, byggingar og hallir. Hvað sem þú vilt byggja, þá framleiðum við byggingarefni framtíðarinnar. Limtré Vírnet. Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slísabætur, uslabætur, þjáningabætur. Bótaréttur.is 520 51 00. Kast á verkstaðnum. Öflugir hitablásarar sem halda hitanum á verkefninu. Skoðuðu úrvalið á vaffpallar.is. Komið sæl að nýju. Hingað eru komnir tveir góðir gestir. Hagfræðingar sem tala úr sikkvori áttinni málefni Evrópusambandsins og Íslands. Og ég ætla að fá að ræða við á vexti, verðbólgu og annað slíkt, meðal annars tengt gjaldmiðlinum auðvitað. Þetta eru þeir Konráð Guðjónsson sem ráðgjafi hjá Kontext og fyrrverandi ráðgjafi forsætisráðherra í þessum efnum og Þorsteinn Þorgeirsson sem lengi starfaði hjá Seðlabanka Íslands og reyndar hjá alþjóðastofnunum. Hann var ráðgjafi seðlabankastjóra árabil. Velkonni báðu tveir. Takk fyrir það. Ég hef lesið af athygli greinar ykkar beggja þessi mál og ég verð að viðurkenna, mér hefur þótt skorta dálítið á samtal milli hagfræðinga, allavega á vettvangi sem þessum. Þetta hefur kannski fyrst og fremst verið á vettvangi samfélagsmiðlana. En hingað eru komnir. Takk kærlega fyrir það, báðu tveir. Takk fyrir að bjóða. Svo ég byrja þér, Þorsteinn. Þú ert að horfa á þennan möguleika sem við stöndum frammi fyrir. Það er að segja að fara í þetta samtal við Evrópusambandið og þar með þann möguleika að ganga til liðs við þetta mikla bandalag og leið þá peningastefnu sem þeir reka á grundvelli evrunar. Hvað er það helst sem að þú lítur til í þessum efnum sem kosti umframkalla? Já, þegar stórt er spurt, en í stuttu máli að þá er það sko að það er svona kerfislæg nálgun sem ég nota á þetta, að þarna er samstarf sko 27 fullvalda ríkja sem við þekkjum öll mjög vel og meðal annars myntsamstarf og þetta er mjög stórt batteri og það virðist vera að frátöldum byrjunarörðuleikum hjá sumum ríkjum við að koma inn að það hefur verið samleitni til þess að skapa meiri verðbólgustöðuleika og bara stöðuleika í efnahagsstarfseminni sem ég held að við þurfum að skoða vandlega sko, því að við höfum verið með sjálfstæða peningastefnu í langan tíma bara í okkar litla samfélagi og að skoða kostina á því að fara inn í þetta samstarf til kannski að breyta grundvelli efnahagsstarfseminnar. Hvernig myndi það gerast, þar sem ef við myndum taka upp evru, hvað myndi breytast í þínum huga til batnaðar? Því nú hefur verið fjallað þetta ítalega, þetta er ekki eitthvað sem við erum að koma nýja að. Nei, og það eru kostur og gallar á báða vegu. Þannig að ég bara segja að það sé gott að við förum að skoða þetta og gefum okkur ráðrúm til þess að þetta eru mjög viðamikil mál og margar hliðar á þeim. En í grunninn sko þá erum við með íslensku krónuna og hún hefur reynst svona betri en engin ef orða þannig, en það eru samt sko hnökrar í þessu. Við sáum það 2008 út af bara gjaldmiðla misræmi í efnahagsreikningum á landinu að þegar gengi hrundi að þá var mikið áfall. Núna höfum við náð að halda genginu stöðugu í nokkuð tíma, en það eru þá aðrir þættir sem eru að spila inn og við höfum lent í því að hafa verðbólguþrýstingin miklu meiri en við áttum von á og vaxtastigið þar af leiðandi komið miklu hærra. Þannig að þetta er svolítið erfitt fyrir heimilin í landinu og svo horfum við yfir sjóinn og þá er stýrivaxtastigið kannski 1/4 af þess að hér eða rúmir 2%, ekki 8%. Og verðbólgan sko kannski nokkrum stigum lægri en hér, 3% á móti 5%, í kringum það. Þannig að ég vil bara að við gefum okkur ráðrúm, þess vegna er ég hlynntur sko í ágúst til þess að fá þetta ráðrúm til að skoða þetta mál og hinn mörgu önnur mikilvægu mál eins og sjávarútvegsmálin, landbúnaðarmálin, þar sem við getum kannski reynt að fá eitthvað betra út heldur en við höfum haldið að við gætum fengið svo lengi. En er það þá þín tilfinning eða þitt faglega mat að þessi vandi sem þú lýsir, þetta hærra vaxtastig, þessi aukna verðbólga sem við búum við, sé afleiðing af sjálfstæðri peningastefnu
frekar heldur en einhver öðru. Það að segja ef við myndum taka upp aðra peningastefnu að þá myndum við ná að keyra þessa hluti niður. Sko ég held að ég hef talað krónuhagkerfið að sko ef við horfum bara á þetta þröngt þá erum við með peningastefnu og það svona tilhneigingin að þegar eitthvað gerist, áfall kemur eða eitthvað, þá fáum við gengislækkun, gengisfellingu sem svona eins konar afsláttur á þær vörur sem við framleiðum og seljum. En í staðinn fyrir að taka á kannski grundvallamálunum að við erum ekki svo mikið fókusur á það hvernig við getum aukið framleiðni, hvernig við getum sko styrkt stöðu fyrirtækja með samkeppnisstöðu sem varanleg og góð og ég held að það sé kannski það sem ég horfi mest á sem sagt að við förum í þennan nýja grundvöll þar sem við höfum ekki lengur krónuna og alltaf að veita afslátt ef eitthvað kemur upp á. Heldur séum bæði með fyrirbyggjandi aðgerðir þannig að raunlaun fylgi framleiðni, ég hef verið að tala mikið fyrir þessari hugmynd og að þegar og ef næsta áfall kemur eins og þau gera alltaf einhver tíman að þá ef við erum með gott bú heima fyrir þannig að samkeppnisstaðan þegar góð, ekki núna eins og við sjáum raungengið í bara hæstu hæðum í langan tíma að það mjög erfitt fyrir fyrirtækin. Ég var nú hagfræðingur samtaka iðnaðarins árabil og þá var mikil áhersla á starfsskilyrði iðnaðarins og þar horfðum við mikið á raungengið af því að það svona mælikvarði á samkeppnisstöðuna. Hátt raungengi gerir mönnum erfitt fyrir að flytja vörur út. Bara allur kostnaður okkar, hann svo hár að það hefur áhrif á eftirspurn eftir okkar vörum. Og við heyrum að ferðamenn séu farnir að kvarta. En leið hefur árferði verið gott, þannig að ég var að skrifa nýja grein munin á neysluverðsvísitölunni, hvað hún hefur hækkað mikið, en svo líka önnur vísitala sem heitir afurðaverð vísitala, sem sem sagt það sem fyrirtækin fá fyrir sína vöru. Hún tengd sko vöruskiptaþróun, eða terms of trade eða viðskiptakjara þróun. Og það hefur tekið svolítið spennuna af fyrirtækjum að vera með gott ytra árferði þegar allir kostnaður í landinu hefur farið svona hátt upp. En sko við erum bara einu áfalli frá svolítið erfiðri aðlögun hræddur og þess vegna finnst mér að við þurfum að skoða aðra möguleika, sko gefa okkur ráðrúm til þess frekar en bara skella hurðinni og segja við getum þetta allt sjálf. Konráð, það ekki sjálfsagt að gefa fólki færi á að ræða þetta, skoða þessa kosti og fá þá hreint hvað býðst í þessum efnum? Sko, í sjálfu sér já, en ég held að við vitum bara nákvæmlega hvað býðst í þessum efnum alveg óháð því hvort við förum í aðildarviðræður eða ekki. Þetta bara þáttur sem kemur inn í þá ákvörðun hvort að við viljum sækja þann inn varðandi leiðina inn í evru og hún bara mjög skýr og vel mörkuð. Þú þarft að uppfylla tiltekin skilyrði og þarft að sýna fram á gengisstöðuleika í lágmark 2 ár, getur verið lengur og ef að það gengur upp að þá það tekið til umfjöllunar hvort þú komist inn í þennan hóp. Það held ég ekki neinar undan þá einhverja svona sérlausnir sem skipta máli í þessu ferli. Gengisstöðuleikin hefur ekki verið vandamál hingað til? Ekki síðustu, verða 15 ár. Þá hefur bara íslenska krónan sveiflast eins og aðra myndir og ég held að það sé mjög mikilvægt þegar við tökum þessa umræðu því að þú veist, ég bara alveg sammála Þorsteini í mörgu að þú veist, það náttúrulega kostir kostir að hafa evru svona í sjálfu sér. En það sem mér finnst skipta mjög miklu máli í þessu umræðu og ég bent á áður og ekki og eiginlega ótrúlega hvernig hort framhjá í gjaldmiðlaskýrslunni sem kom fyrir í sumar að síðustu ár eftir fjármálakreppuna þá lærðum við svolítið okkar leksíu að bara ef við ætlum að vera með sjálfstæðan gjaldmiðil þá þurfum við bara að sníða okkur stakk eftir vexti. Því að sjálfstæðan gjaldmiðil náttúrulega hefur kosti, hann hefur líka galla og við erum búin að svolítið, ég myndi segja tempra þessa galla mjög mikið. Og af hverju segi ég það? Jú, Seðlabankinn sjálfur, Þórir Ingi Pétursson, varaseðlabankastjóri peningastefnu, var með mjög áhugavert erindi í vor, þar sem var að sýna sko hvað skýrir sveiflunar á krónunni. Fyrir fjármálakreppu, þá var minni hluti sveiflana skýrðist af breytingum í hagkerfinu sjálfu, raunhagkerfinu. Það bara einhverja sveiflur á fjármagnsmörkuðum og eitthvað svoleiðis.
eftir fjármálakreppu og í þessum ramma sem eru núna það sem búið að koma í veg fyrir sem Þorsteinn benti á að það sé svona rosalegt gjaldmiðla ósamræmi á efnahagsreikningum. Það eru bankarnir, sko bankarnir eru svona með meiri hömlur bara því að við erum að setja áherslu á fjármála stöðuleika almennt og þú veist það er gjaldeyrisforðið og allt þetta að meiri hlutin af sveiflunum í krónunni bara út af breytingum í aðstæðum og þetta finnst mér skipta mjög miklu máli eins og Þorsteinn að segja sko, þú veist, hvernig höndlum við áföll, meina þú veist, við getum náttúrulega hugsa að við sem í sterkri stöðu komið inn í þau en það sem ég yrði mjög hræddur að ef við værum með fast gengi, hvað sem að við evru eða dollar eða eitthvað, þar sem að aðstæður og gengi þess eru ekkert í tengslu við okkar og við erum með mjög sérstakt auðlindadrifið hagkerfi, að þá verði það til þess að það þurfi mjög sársaukafulla aðlögun. Að annarkvort þarftu að bara segja, heyrðu, við verðum bara að lækka laun hérna eða bara, heyrðu, ok, ef við lækkum ekki laun, þá þurfum við bara að búa við atvinnuleysi, meira atvinnuleysi og lengra heldur en annars. Að þetta er svona einföldin á því sem ég myndi óttast að sé hættan að gerist. Og kannski það sem vantar líka inn í þetta er að sko meðulinn fyrir því að ná verðstöðuleika og svona ásættanlegra vaxtastigi, þeir eru vissuleitið sömu hvaða gjaldmiðil sem við ætlum að taka upp og mér finnst það alltaf vanta inn í þessu umræðu. Hvernig ætlum við að stuðla að því? Að því við, eins og ég segi, við munum þurfa að sýna fram á að við getum gert þetta sjálf áður en við myndum taka upp evru. Og það hefur náttúrulega verið margbent á það til dæmis hvernig launamyndun hér á Íslandi sker sig úr með við öðrum löndum. Ég held að laun á Íslandi hafi, ekki hækkað þrefalt hraðar á Íslandi en í Danmörku. Að einhverju leyti er þetta ekki bara því að þú veist það er verið að sækja fram með allt og mikla launakröfur. Heldur þurfum við einhvern veginn að ná að vinda ofan af því hvort sem að við ætlum að taka upp evru eða halda okkur við krónu áfram. En bara alveg sammála, ég held að þetta sé bara mjög góð umræða og sama hvernig þessi kosning fer þá held ég að við ættum bara sífellt eða reglulega að vera að velta upp hvernig hagsmunum okkar er best borgið í þessu samhengi. Ein stóra spurningin sem almenningur eðlilega velti fyrir sér í allri þessar umræðu er hvert er eðli gjaldmiðla, hvað eiga að gera og ein spurningin sem að ég hef allavega velt mikið fyrir mér er hvort að gjaldmiðlinn þurfi ekki að endurspegla undirliggjandi hreyfingar og ströma í hagkerfinu. Þegar það gefur á bátinn þá gefur gengið eftir, þegar að afskaplega vel gengur að þá temprist hagkerfið á móti með sterkum gjaldmiðli. Er ekki hætt við eins og menn hafa bent á að verandi með gjaldmiðil sem sveiflast eftir öðrum kröftum en þeim sem eiga við okkar tiltekna kerfi að þá getum við lent í annars konar misgengi sem að myndi leiða til atvinnuleysis, launalækkana eða slíks. Ég er bara mjög góð hugsun en þetta er líka þessi íslenska hugsun að við hugsum svolítið út frá genginu að það bara redda okkur, það er gengislækkun, það þýðir aukin verðbólga út af innflutningi, hann hækkar í verði. Það þýðir að kaupmáttur heimilanna lækkar, raunlaunin þau lækka og þá byrjar svona ákveðin dans að launþegarhreyfingarnar fara að stað að reyna að rétta sína stöðu með batnandi tíð eftir þetta áfall og það er aldrei neitt svona ákveðin stöðuleiki eða fyrirsjáanleiki í ákvörðunum okkar eða fyrirtækja hvernig eigi að ráðstafa sínu verðmætum. Og þannig að ég lít á gjaldmiðil að hans hlutverk svona í fræðunum er að vera verðmælir, að vera eða geymsla verðmæta og síðan reikningseining. Og allt þetta er í ólagi varðandi krónuna. Og ef við förum yfir í eitthvað umhverfi sem hefur þessar eiginleika gjaldmiðils á hreinu, eins og bara stór gjaldmiðil fyrir 400 miljóna samfélag, eða hvaða nú er stórt, að þá held ég að við komumst eiginlega bara í skjól af þessum breytileika sem er ekki endilega að endurspegla undirstöðurnar neitt sérstaklega vel. Ég meina við horfum núna eins og ég sagði áðan á stýrivexti sem eru mjög háir, verðbólgu sem er mjög há. Þetta er ekki neitt eitthvað draumaástand það að gjaldmiðillinn sé endurspegla eitthvað á Íslandi. Við erum komin til dæmis með þetta raungengi svona hátt upp á meðan til dæmis í Evrópusambandinu að þá hefur það ekkert breyst. Raungengið hefur bara verið stabílt og þangað vilja að við komumst að við getum bara komið kostnaði
í hagkerfinu á hérna par við framleiðni aukninguna. Þannig að það framleiðnin sem að drífa lífskjörin áfram upp en ekki að launin og verð sé að keyra upp, af því að allir viti að ef það bjátar eitthvað á, að þá dettur þetta allt niður aftur og verður allt óstöðuleik. En lífskjörin hafa, það ekki rétt skilji hjá mér, hafa hér á síðustu áratugum að jafnaði aukist meira heldur en í ríkjum Evrópusambandsins og evrunar. Sko, ég vann hjá OECD og það var ein svona alþjóðleg mæling sem hét PPP Adjusted income, og það var, dollarinn var mæleiningin, þetta var ekki endilega í dollarum, og þar var bara litið á kaupmátt að leiðrétta stöðu landa og samkvæmt nýjustu útreikningum til dæmis á stöðu heimila fyrir árið 2020 að þá var Ísland kannski 7% ofan við meðaltal ESB en 5% fyrir neðan 9 tekjuhæstu ríki ESB. Þannig að við höfum verið að sjá framleiðniaukningu, en þetta hefur verið svolítið bjagað sjónarhorn út frá krónunni, af því að raungengið að hækka svo mikið, kostnaðurinn hækka svo mikið. Mín spurning er þetta sjálfbært? Og mitt svar byggt á reynslunni, bara nei, þetta ekki sjálfbært. Við eigum eftir að sjá aðlögun. Hvernig hún gerist, það veit enginn, en við erum einu áfalli frá því að sjá aðlögun. Já, en það sem ég reyndar 9. sæti í kaupmátti, það fer nú reyndar svolítið merkilegt með kaupmátt, það fer eftir því svolítið hvaða tölur og horfir á, því þær ber ekki alla saman, en við erum svona heilt yfir, og það sem alveg á hreinu, til dæmis frá 95, þá hefur kaupmáttur á Íslandi vaxið svona það bil 2-falt meira en í Norðurlöndunum sem gengu inn í ESB. Þannig að okkur hefur gengið býsna vel þrátt fyrir allt, en þannig hefur sveiflast meira hér vissulega. Þetta alveg rétt, að þetta fari yfir jafnvægi. En hvernig, það sem vantar þá inn í þetta, ef við ætlum að fara inn í evruna til þess að reyna að fá svona meiri stöðuleika þessu, það fyrsta lagi, á þá að fara að gera grundvallarbreytingar á hlutverki ríkissáttasemjara og bara lögum stéttarfélög og svoleiðis. Ég myndi halda að það væri nauðsynlegt, og ég held að það sé líka einn ástæða fyrir því að fólk í þeim ranni ekkert sérstaklega hrifið ESB, en gott og vel. Og svo líka það sem ég vantar að bara skilja betur áföllin munu koma. Það svolítið eftir. Ef við erum með evruna, við getum verið bara á kannski betra, ég trúi því alveg að það sé hægt að uppfylltum skilunum að vera kannski bara góðu trakki þar sem að framleiðni og laun bara fylgjast aðeins og þau ætti að gera til lengri tíma. En við erum lítið hagkerfi með fábreyttan útflutning sem háður náttúruauðlindum og hrávöruverði. Við erum með sveiflukendari utanríkisverslun en mörg önnur ríki, ekkert öll, en þetta svona kannski kjarna ástæða fyrir því að ríki eins og Ísland og Noregur eru með sína eigin gjaldmiðla. En þetta reynda eins og með upplýsingatækninni og öðru sem klárlega, við erum orðin stóðir. Já, við erum orðin blessunarlega, en engu að síður stór meiri hlutin og útflutningi svolítið þarna. Og það munu koma áföll þarna. Og þá ennþá spurningin, sem líka bara einhverju leyti hagsmunamatið. Ætlum við að láta gjaldmiðilinn sjá það hlutverk að leiðrétta svoleiðis, sem náttúrulega vissulega leiði til kaupmáttarrýrnunar. Það bara ekkert leyndamál, en þú þarft að fá einhverja viðspyrnu mögulega að verða áföll eins og við margoft séð og sársaukafullt, en þegar að atvinnuleysi á Íslandi hefur aukist, þá hefur það verið yfirleitt skammvinnt miðað við til dæmis á evrusvæðinu. Og þá, ef að það á ekki gerast, þá þarftu að vera með einhvern mekanisma til þess að segja við fólk, við þurfum að lækka launin 5% eða eitthvað. En Þorsteinn, þú nefnir þetta, ef við erum ekki með krónuna, þá getum við ekki leyft okkur að halla okkur aftur og láta gengið í raun verða demparana í þessu. Það koma hér áföll, ótengd því hvort að hér sé gjaldmiðill ekki. Það getur verið kórónuveiru faraldurinn, það getur verið aflabrestur, það getur lokað álver hér út af biluðum spenni eða hvað það Hver birtingarmynd áfallsins í hagkerfinu ef við erum með fast gengi risastóran gjaldmiðil sem að mun ekki taka öfluna niður á við í kjölfarið? Þetta bara önnur mjög góð spurning. Að við sjáum það að þessi lönd sem hafa farið inn á evrusvæðið að þau þurfa líka að fást við
við köllum þetta áföll, en þetta þurfi ekki að vera neinn stór áföll og oft þetta ekkert svo stór áföll. En jafnvel þegar þau eru svona miðlungsstór að þá virðist aðlögunin bara vera svona gradual enska orðið, bara smá saman og við til dæmis sjáum í Svíþjóð að þeir hafa haldið sem sagt raunlaunaþróuninni í takt við framleiðnina og þeirra raungengi hefur eiginlega lækkað, samkeppnisstaðan þeirra hefur batnað. Af því að þeir eru bara með kostnað sem í Evrópusambandinu að lækka miðað við kostnaðinn hjá öðrum ríkjum í Evrópusambandinu. Og en þeir náttúrulega ekki með evruna. Nei, en gengi, og Danir hafa líka verið með þetta að launin hafa þróast eins og framleiðni. En það hafa ekki verið neina stóra gengisbreytingar held ég í Svíþjóð, ekki frekar en hjá okkur. En varðandi gengisstöðuleikan, að hann eiginlega þarf að miðast við árið 2017-18 eftir að fjármagnshöftum sleppti. Og þá hefur bara alþjóðlega umhverfið verið okkur mjög meðmælt. Það hefur, sem sagt, ferðamannafjöldin hefur aukið stöðugt og tekjur af því og útflutningsverð sjávarafurða og álafurða hefur hækkað. Þannig að það hefur verið mikið innstreymi í gjaldeyris sem styrkt gengi krónunnar og svo eru útflæði tengd lífeyrissjóðum, þau eru, skilst mér, tempruð. Þannig að það er ekki svo mikil útflæðisvandi í sjálfu sér að móti öllu þessu innstreymi. Þannig að það er góður stöðuleiki en þannig að þegar þessi áföll koma að þá ef við höfum þessi mál í lagi að raunlaun og framleiðni séu að fylgjast að þá getur þetta farið bara hægt og sígandi inn í hagkerfi. Það getur orðið að fyrirtæki lendi í einhverju hagnaðarpressu, að þau þurfa að draga úr ráningum og atvinnuleysi fara upp en það er ekki einhver rosaleg breyting sýnist mér í þeim tölum sem ég séð að atvinnuleysi í Evrópusambandinu hefur þó verið að lækkandi leikni frá því sem var í byrjun. En kannski tvennt, reyndar frá 2017 hefur reyndar ferðaþjónustan minnkað, þannig að það er nú kannski ekki alveg kannski skýra stöðuna síðan þá, en gott og vel. Í hvaða skilningi? Bara í rauntekjum, í fjölda, hún hefur minnkað frá 2017. En allavega... Nýverið, já. Já, náði toppnum hann 2017-18, en allavega, gott og vel. Mér finnst frábært að taka Svíþjóð sem dæmi, sem að taka þetta upp, af því að Svíþjóð er með sjálfstæðan gjaldmiðil. Og, þú veist, jú, þeir eru miklu stærri en við, en í samhengi við þessa stóru gjaldmiðla, eiginlega bara pingu lítil eins og við. Þeim hefur samt farnast ágætlega með sinn eigin gjaldmiðil og alveg hárrétt það sem þau eru að gera, að þau tryggja það að launaþróunin, hún samræmist þeirra verðbólgumarkmiðum og framleiðni. Og þeim tekst það með sjálfstæðan gjaldmiðil. Þannig að þá stendur eftir spurningin og þetta þú veist, mér finnst ég vera alltaf að benda á þetta. Þú þarft að gera það sama hvort þú ætlar að ná þessu með þinn eigin gjaldmiðil eða evru. Nú hefur núverandi ríkisstjórn Svíþjóðar verið með mikið kostnaðaraðhald í sínu bókhaldi. Það sýna allar tölur. Þeir hafa látið útflutningsvegina stýra launaþróuninni. Væri einnar messu virði, Þorsteinn, að þínu mati í þessari könnun okkar að stjórnvöld myndu fara þá sömu leið. Ég spyr bara til dæmis út frá því sem að varaseðlabankastjóri peningastefnu sagði núna á miðvikudaginn þegar þeir tilkynntu vaxtahækkun að helstu drifkraftarnir í verðbólgu núna væru vissulega hækkun alþjóðlegs olíuverðs sem er að bíta allar þjóðir og hins vegar kostnaðarhækkanir hjá hinu opinbera. Og þar eru allskyns gjaldskrárhækkanir, borgin nú meira í þessu leiðangri núna með matarbakkana niður í bæ og annað í þeim dúr. Þurfum við ekki bara stjórnvöld sem að setja okkur þennan ramma til að byrja með sem að augljóslega er að nýtast þjóðum eins og Svíþjóð? Jú, gjaldskrárhækkanir hafa tvöföld áhrif. Þau hafa áhrif til að hækka verðbólgu eða verðlag í einn tíma en síðan eru þau líka aðhaldsaukandi. En besta leiðin til að vera með ríkisfjármál sem eru aðhaldsaukandi eru bara beinir skattar, ekki óbeinir því þeir fara líka út í verðlagið og þar ætti væri hægt jafnvel að hugsa
eyrnamerkingu á leikskólagjöld eða eitthvað svoleiðis sko, til að forðast þessar gjaldskrárhækkunar áhrif á verðbólguna. En sko, það eru aðri punktar í þessu, ég ætla nú ekki að... Nei, en ég velti þessu fyrir mér eins og með vinnumarkaðinn, það blasir við að okkur hefur ekki tekist þetta, það var gerð tilraun hér hjá fyrri ríkisstjórn til þess að gera ákveðnar breytingar á stöðu ríkissáttasemjara þannig að hann gæti haft tól og tæki til þess að þvinga menn að samningaborðinu, kalla fram álit almennings á sáttatilraunum og slíku en það var allt fellt. Þetta eru hlutir sem að hinn Norðurlöndin búa við og að nýtast þeim. Já, ég aftur sko varðandi þetta vinnumarkaðslíkan sko sáttasemjari og launþegahreyfingarnar sem eru í bara fastri vinnu liggur við að aðlaga sko launin að verðlaginu að ef að við innleiðum bara reglu, ég meina það að raunlaun fylgi framleiðinni eins náið og mögulegt að þá breytir það grundvellinum á þessu samtali milli launþega og atvinnuveitenda og ég held að það sé sko eitthvað sem við þurfum líka ráðrúm til að skoða betur. Hvernig getum við bara stillt þessum málum upp og til þess að gera þetta viðráðanlegt og auðvitað ef að gengið hverfur sem þetta aðlögunartæki að þá birtast ný og þar meðal annars ríkisfjármálastefnan, þar vinnumarkaðurinn og þar síðan sko líka staða fyrirtækja, hvað svigrúm þau hafa. En sko að með þetta í lagi að þá sé ég að þessi gradualismi í aðlögun að við hættum þessum skörpu sveiflum þar sem sko, heimilin hafa engan fyrirsjáleika, þau eru allt í einu komin í skuldavandræði af því að tekjur þeirra hafa lækkað að raunvirði og það gerist ekki í þessum litlu hagkerfum sem eru þó hluti af evrusvæðinu að heimilin eru þó venduð fyrir þeirri skörpu aðlögun að þurfa að taka á sig skellin í gegnum gjaldmiðil. En skellunum getur við í gegnum aukið atvinnuleysi. Það getur verið það, en áföll eru áföll og við þurfum að mæta þeim einhvern veginn. En ég er að segja að gengi krónunar, að við höfum kannski hampað í mjög mikið, en það hefur breytt hegðun, ef við erum svona economic agents, að fólk farið að haga sér öðruvísi í krónuhagkerfi heldur að það myndi gera í evruhagkerfi, þar sem stöðuleikin er innbyggður. Það kannski eitt mikilvægt í þessu að því að ég var að nefna þín áðan sko krónan fyrir 2010 og eftir 2010 þetta nánast ekki sami gjaldmiðill í vissum skilningi sko og þá mjög áhugavert að því að sko síðan þá hefur krónan sveiflað, hún hefur alveg sveiflast, hún hefur alveg tekið dýfur eins og hún tók dýfu 2018 á þegar það var svona ljóst erfiðleika í ferðaþjónustu og vá, tekur dýfu í COVID. Þetta hafði náttúrulega áhrif á heimilin kaupmáttur þeirra var minni en ella, hann var samt að vaxa á þessum tíma. Þannig að ég held að það sem að fólk fyrir alltaf að hugsa í þessu samhengi það að ef við erum með krónu þá fáum við bara 2008 krónufellin helming og það fer allt út í verðlagið. Í þessum nýja hagstjórnarramma sem við höfum verið að móta síðustu ár, þá sko það ekkert sem bendir til þess að það sé að fara að gerast. Ég ætla ekki að fara að lofa þig krónan sé ekki að fara að veikjast 20% eftir helgi eða eitthvað, en svoleiðis áföll sem hafa svona gríðarleg áhrif að það náttúrulega bara þess eðlis að þá náttúrulega bara það þarf einhver rosalega miklar hörmungar myndi ég halda til þess í núverandi ramma. Þannig að það svolítið mikilvægt að ég að benda það út frá heimilunum og sko þeirra varnarstöðu. Og þetta svolítið sko, þú veist, jú, ég skil alveg, þú veist, að þetta sé jafnt kostur, en það kemur á tímapunkti að þú þá að reyna einhverju leyti að verði þá einhvers konar svikalogn, skilji, að það það hefur orðið áfall á hagkerfi, þá erfiðleikum með að ráða við bara samkeppnisstöðuna eða einhverja náttúrulega aðstæður eitthvað og það þarf einhvers konar leiðréttingu. Það frábært náttúrulega fyrir heimilina að það sé stöðugt, en þú veist, ég allavega, ef ég horfi bara ískalt á þetta bara, þú veist, út frá eigin hagsmunum, ef maður einhverjum erfiðleikum, maður vill taka á bara í lífinu, þú veist, það langbest bara taka það á sig strax og bara
feysa vandamálið til þess að standa upp sterkur aftur og vera bara komin í gegn það í staðan fyrir að veltast einhvern veginn í því lengi. Svona, þetta kannski svolítið einföldun en ég svona vona að fólk kannski skilji. Það náttúrulega, já, það náttúrulega þá hægt með evru en það þarf að fara eftir öðrum leiðum sem geta verið, já, við höfum allavega ekki reynt áður, getum orðað þannig. Annað sem að tengist eðlumáls samkvæmt gjaldmiðlum, það samkeppnishæfni. Við höfum verið að hlusta á menn í tæknigeiranum, frumkvöðla, jafnvel í heilbrigðisgeiranum annað, segja að samkeppnishæfni Evrópu sé að dragast aftur úr. Og þetta tölurnar tala sínu máli þú skoðar vöxt hagkerfana vestanhafs og síðan austan. Stærsti bílaframleiðandi Þýskalands var að segja upp 100.000 manns og það mikill herpingur víða. Franski ríkissjóðurinn virðist vera gjaldþrota, ófjármagnaðar skuldbindingar í lífeyriskerfum út allt. Gunnar Baldvinsson, einn öflugasti lífeyrissjóðamaður landsins, hann spáir því að evran verði veikur gjaldmiðill til framtíðar að því að undirstöður hagkerfana í Evrópu séu veikar. Þú bjóst nú í Frakklandi, þekkir hvern krók að kemur þar. Þetta ekki áhyggjuefni sem við þurfum að taka inn í þessa jöfnu? Já, sko, ég búið líka 15 ár í Bandaríkjunum og ég bjó 10 ár á meginlandi Evrópu og ég þekki þannig bæði kerfin og ég verð að segja að mér líkaði þjóðfélagsgerðin betur á meginlandi Evrópu. Það meira svona tengt okkar gildum, það meiri svona hvað maður að segja, þetta svona meiri brútalismi í hagkerfinu í Bandaríkjunum. Við erum Evrópubúar. Já, en sko þessi áhyggjur til dæmis af því að fjárfesting í Evrópu sé að dragast aftur úr Bandaríkjunum, þá bara hlutfall fjárfestingar af landsframleiðslu mjög áþekkt. Það 21,2% í fyrra í Evrópusambandinu en það var 21,7% í Bandaríkjunum. En á móti þá fór sko næstu $200 miljardar í gervigreindar fjárfestingar en kannski 15 miljardar í ESB. Þannig að það ekki líku saman að jafna hvað að gerast í gervigreindinni í Evrópusambandinu og í Bandaríkjunum. En þar fyrir utan þá eru þeir, þetta náttúrulega gamlar líka iðnaðar þjóðir og þær þurfa kannski að endurnýja sig og einn vandinn sem knýr á dyr þar reglugerðarfarganið sem hefur byggst upp í Evrópusambandinu vegna þess að það hefur þjóðir sko, sem Francis Fukuyama sá frægi greinandi sagði að væru lágtraust samfélög og þegar þú ert með lágtraust samfélög þá eru viðskiptasamningar mjög viðkvæmir fyrir að menn efni þá og þá þarf mikið reglum til að passa upp á það sé engin undanskot eða svik eða hvað það nú Þeim löndum að fjölga inn í Evrópusambandinu. Má vera, en í Norður-Evrópu þá eru hátraust samfélög og við erum með það líka, þannig að þú þarft minni reglur að því að fólk bara ber virðingu fyrir samningum og reynir efna þá. En nú að vakna sem sagt samkvæmt ummælum kanslara Þýskalands og Meloni í Ítalíu og í Draghi skýrslunni krafa að það verið tekið á þessu reglufargani og það verið einfaldað til þess að trufla ekki sem sagt nýsköpun og nýjungar. Þannig að ég til dæmis líka var nemandi Ravi Batra sem var hagfræðiprófessor í Texas og var gestaprófessor hjá mér þegar ég var í mastersnámi í Vanderbilt og hann var með bók sem talaði sem sagt reglugerðarbreytingar í meir en 200 ár í Bandaríkjunum og hann sá svona ris og sveiflur þar sem reglugerðir jukust og síðan var dregið úr þeim. Þetta gamalt munstur og ég hugsa að það svipaða muni eiga sér stað í Evrópusambandinu að menn bregðast við þegar það myndast svona ójafnvægi. Það muni hægja á stimplunum í Brussel. Já, og svo þessi orðræða líka sko að Evrópusambandi sé bara Brussel. Fyrir mér þetta bara annar alþjóðasamningur þar sem þú framselur ákveðið framkvæmdavald og svo ertu með bara fullvalda ríki sem eru þáttakendur í þessu. Þú framselur líka löggjafavald og dómsvald. Jú, en þetta eru bara samningar eins og EES-samningurinn, eins og EFTA var. Fyrir mér þetta ekki Brussel, fyrir mér þetta Þýskaland, Frakkland, Ítalía, Holland, Finnland og Danmörk og þessi lönd sem að taka þátt í þessu samstarfi. Þannig að ég ekki að persónu gera þetta sem eitthvað skrimsli í Brussel. Ég ekki að tala þín orð, heldur bara orðræðina út á götu
að þetta bara fólk eins og við og hefur svipað gildismat og lýðræðislega þenkjandi og þannig að ég held að framtíðin sé bara nokkuð björt frekar heldur en svört sko út af þessum vanda. Já, fyrir Evrópusambandið. En auðvitað getur eitthvað gerst, ég meina Bretar geng út og ég meina það lá við að Grikkir hyrfu út af eigin vandræðum. Evran lenti í slíkum herpingi 2012 að Draghi lýsti því yfir að menn að gera hvað sem í þeirra valdi stæði til þess að halda gjaldmiðlunum á lífi. Já, þeim náðu því þá. Já, og þurfti átak til. Já. Samkeppnishæfnin, Konráð, hvernig blasir þetta við þér? Er það tengt gjaldmiðlunum eða er það fyrst og næst þetta reglugerðarfargan sem að flestir virðast nú vera sammála um? Sko, ég held að það sé bæði. Náttúrulega með eigin gjaldmiðla þá svona á hann allavega svona í þeorí og hefur gert það ágætlega að svolítið stilla hann af bara með að við styrk hagkerfisins og aðstæðu hverju sinni. Þannig að í þeim skilningi að ef við færum inn í ESB þá þyrftum við að vera rosalega ábyrgð á vinnumarkaðnum að tryggja það myndi haldast þannig að við færum inn í evruna afsakið. En varðandi sko þetta eins og með Draghi skýrsluna og allt það, þú veist, það svo sem bara treysti mér ekki til að spá fyrir það hvernig það muni þróast hjá ESB, en það sem ég myndi hugnast mér allavega betur væri að sjá það gerast áður en við færum að velta fyrir okkur hvort að það myndi hjálpa okkar samkeppnishæfni að fara ennþá lengra inn, því við náttúrulega erum á stórum hluta inn í EES og mér fannst Þorsteinn færa eiginlega mjög góð rök fyrir því að við skulum reyna að halda þeim samningi áfram lifandi af því að hann hefur reynst okkur afskaplega vel. En við þurfum svolítið að sjá þetta áfram og talandi bara að skjóta einu að mér finnst Draghi skýrslan einhver leyti svona ástandsskýrsla á ESB og bara út frá efnahagslegu sjónarmiði. Og mér finnst það svolítið svona skemmtilegt í þessari myndlíkingu sem hefur verið tekin upp með að viltu ekki bara fara að skoða þessa íbúð. Við erum með ástandsskýrslu fyrir þessa íbúð sem Evrópusambandið sko. Við vitum hverju búa í húsinu, við þekkjum bara öll gjöldin, við vitum verðmiðan cirka sko. Að þetta liggur nokkuð skýrt fyrir og þessi ástandsskýrsla, hún ekki góð, það eru tillögur til að laga það. Ein af tillögunum til dæmis það bara ESB fari meira sjálft í að fjárfesta sem kallar náttúrulega á fjárútlát frá sjálfum ríkjunum. Af því að það verið bent á að þau þurfa að fjárfesta meira og það bara réttmæt ábending en með reglugerðarfarganið ég held að bara líka ég held að þegar þú ert með svona marga ólíka hagsmuni og svona stórt flókið kerfi þá bara munið það taka tíma og í mínum huga finnst mér svolítið sönnunarbyrðin vera á að ESB sýnir fram á að það veri undið ofan af þessum að hvað hefur verið stíðið of langt og mörguleiti í þáttum sem að við höfum verið að taka inn í EES sem að eru, einhverju leiti gallar jafnvel við EES en einhver síður heilt yfir hefur hann sá samningur reynst okkur vel. Þetta efnisrík og góð umræða mikilvægt mál og við höfum núna rétt viku til þess að halda þessu samtali áfram. Ég veit að margir af okkar áhorfendum og áheyrendum munu hlusta af athygli á þessa góðu punktar sem þið hefur komið með hér. Þorsteinn Þorkelsson, Konráð Guðjónsson, þakka fyrir komuna í Spursmál. Takk. Við erum hins vegar alls ekki hætt. Hingað komin í hús. Herra Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands. Hann gestur Spursmála í fyrsta sinn og ég hlakka til að taka samtali við hann hér næstu mínúturnar það hvernig þetta mál blasir við honum, það að segja þjóðaratkvæðagreiðslan sem við munum ráðast í að rúmlega viku liðinni. Fylgist þið með. Vantar þig bílavarahluti? Á Polsen.is finnur þú bílavarahlutina út frá bílnúmeri. Velur viðeigandi varahluti og pantar. Við sendum all land. Polsen.is. Ég held að við Íslendingar séum í þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Svo ég segi nei. Heilskoðun hjá Intuens veitir ítarlegar upplýsingar stöðu líkamanns. Með segulómun hægt að greina breytingar og frávik áður en einkenni koma fram. Með þessum upplýsingum getur þú tekið upplýstari ákvarðanir heilsuna þína. Kynntu þér málið á intuens.is. Lexus RX.
Komdu og reynslagtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Komið sæla nýju. Hingaði komin Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands. Hann á síðustu vikum blandað sér í baráttunum það hvort Ísland eigi að gerast aðilar að Evrópusambandinu eða ekki. Ég fengið hann hingað í hádegismóð til að ræða þetta mál og við ætlum að fara hér yfir afstöðans til þessara mála, Evrópusambandsins og stöðunar þar næstu mínúturnar eða svo. Vertu velkomin, Ólafur. Býðum að setja því gamlar stellingar stjórnmálafræði prófessorsins og segja mér að því hvernig þú metur aðdragandann að þessu. Við erum í þessum aðstæðum sannarlega, þjóðin einhvern veginn undirlögð og umræðu þetta, en aðdragandinn í sjálfu sér langur, kosningabarátta 2004 og svo eftirleikurinn. Já, það nú alltaf hægt að bjóða gamlum stjórnmálafræðiprófessor að fara að greina stöðuna vegna þess að okkur hættir til sem höfum vanist 45 minútna háskólafyrirlestur að gera það frekar í löngu máli. En ef ég reyni að stikla á stóru, þá var þetta náttúrulega þannig að fyrir svona 30-40 árum þá var sérstaklega yngri kynslóð sem tók trú á Evrópuhugsjónina. Og það var til dæmis ástæðan fyrir því að aðild að Evrópusambandinu var stefnumál hjá Samfylkingunni strax við stofnun. Og lengi vel gátu menn haldið í þessa von, sérstaklega líka vegna þess að Evrópusambandi sem menn tóku trú á fyrir 30 árum síðan var allt annars konar fyrirbæri að það í dag. Það var fyrst og fremst svona viðskiptabandalag á ákveðnum sviðum, en svo þróaðist það smátt og smátt yfir í pólitíska valdastofnun. Og stóru þáttaskilir í þeirri vegferð sem mjög lítið hafa verið rætt hér á Íslandi. En allir eru klára á innan Evrópusambandsins. Það í fyrsta lagi Maastricht-sáttmálinn sem var gerður fyrir nokkrum áratugum síðan. En ekki síst Lissabon-sáttmálinn sem tók gildi 2009 og með honum urðu eðlisbreytingar á Evrópusambandinu. Það breyttist frá því að vera meira svona viðskiptalegt og efnahagslegt fyrirbæri yfir í að verða pólitíska og jafnvel geopólitíska valdastofnun. Og þess vegna hluti af þessari vegferð sem við erum í núna eru svona gamlir draumar. Þeirra sem að nú eru svona 60 eða 70 á einhverja Evrópuhugsjón sem að ekki lengur raunhæf vegna þess að Evrópusambandið hefur tekið eðlisbreytingum. Síðan náttúrulega liður í þessu líka þetta einkenni á stjórnkerfi Íslands, að við erum alltaf með samsteypustjórnir. Og það felur það í sér að eftir þingkosningar þá hefst svona kaupskapur á hinni pólitísku eyri þar sem að flokkarnir sem að hugsa að fara í ríkisstjórn mæta og segja ég þarf að fá þetta og ef þú vilt fá einhvað annað þá þarf ég að fá mitt og svo framvegis vegna það fólk mínum flokki sem að mun ekki samþykkja ríkisstjórnan aðildina nema þetta gerist. Og Viðreisn kom að þessu borði eftir síðustu þingkosningarnar með þessa kröfu. Formaður Samfylkingarinnar hafði hins vegar að miklu raunsæi og að mér fannst fyrir unga konu af mikilli visku, satt best að segja, sett fram fyrir kosningar þá analýsu að það þyrfti að vera ákveðna forsendur stuðning innan Alþingis, stuðning meðal þjóðarinnar, stuðning meðal atvinnulífsins, stuðning meðal launafólks og allt saman var þetta hárrétt. En svo náttúrulega var hún í þeirri stöðu að þurfa að mynda ríkisstjórn. Og hún þurfti 3 flokka og af hvað ástæðum sem það var að þá samþykkti hún þá kröfu sem málamiðlun við Viðreisn að framkvæma þessa atkvæðagreiðslu að halda áfram aðildarviðræðum að Evrópusambandinu. Og eins og ég hef minnt þjóðin á, þá var Trump ekkert orðinn forseti Bandaríkjanna. Þá var bara Joe Biden, sem ég kallaði nú Joe gamla Biden, af því ég ber virðingu fyrir eldra fólki, en þá forseti Bandaríkjanna. Þannig öll þessi rök sem við erum búin að heyra á undanförnum mánuðum ástandi í heimsmálunum, Trump og Grænland og svo framvegis, það bara engin hugmyndaflug í þau. Þegar þær statssystur skrifuðu þetta í stjórnarsáttmálann
að þessi atkvæðagreiðsla ætti að fara fram ekki síðan en 2027. Og það sem mér finnst líka athyglisvert stjórnmálafræðilega að það hefur ekkert borið á því að hálfu þessa liðs sem að fara með þjóðana í þessa för að reyna að greina hvers vegna þetta strandaði 2012 og 2013. Vegna þess að það var auðvitað fyrir sig með vissum hægt að halda því fram eftir hrunið. Að það gæti verið skynsamlegt fyrir Ísland að fá svona svigrúm með því að sækja aðild að Evrópusambandinu, jafnvel þótt menn myndi ekkert með því. Bara ástandið var þannig. Núna aftur á móti erum við búin að hafa meira en áratug af einstæðum efnahagslegum hagvexti og bættum lífskjörum sem hafa fært okkur í fremstu röð, ekki bara í Evrópu, heldur líka í veröldinni. En öll þessi hagsmunamál sem menn að tala núna, að eigi bara leiði ljós í þessum pakka, þau komast aldrei á dagskrá í fyrri vegferð, eins og Steingrímur J. Sigfússon lýsti mjög glæsilega og nákvæmlega og ítarlega á fundi á Akureyri í gær, af því að hann þekkir þetta ásamt Össuri Skarphéðinssyni manna best. Þeir voru þeir tveir ráðherrar sem á síðustu misserunum voru í fararbroddi fyrir þessari vegferð, Steingrímur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra á þeim tíma. Og hann lýsti því mjög nákvæmlega hvernig þessi helstu hagsmunamál Íslands komast aldrei á dagskrá, þeir pakkar voru aldrei einu sinni opnaðir. Vegna þess að Evrópusambandið var alveg klárt á því að Íslendingar myndi aldrei samþykkja þær kröfur sem þeir voru að setja fram. Og þess vegna, sem stjórnmálafræðingur, það fróðlegt að velta því fyrir sér hvers vegna í óskopunum ráðherrar ríkisstjórnarinnar bjóða þjóðin upp á það að útskýra ekki nákvæmlega hvers vegna þær telja nú sé hægt að fá það sem tókst ekki hjá fyrri ríkisstjórn á 3 ára viðræðuferli. Og hvað það sem gerir það verkum að Íslendingar á næstu áratugum þurfa að láta af hendi umtalsvert af því valdi sem sjálfstæðisbaráttan færið okkur. Og því miður það þannig, eins og ég nefndi í gær á Akureyri, að nú bara nokkrir dagar eftir. Og þær hafa aldrei einu sinni nefnt Lissabonsáttmálann í þessari umræðu, ekki einu sinni, ekki grein, ekki ræðu, ekki samtölum. Sem grundvöllur. Já, hann sjálfur grundvöllur að valdakerfi Evrópusambandsins. Og það alveg sama hvaða pakkar menn halda að koma út úr þessum viðræðum og getum talað það, hann orðalega á eftir. Í þeim pakka verður alltaf Maastricht-sáttmálinn og Lissabonsáttmálinn. Það alveg sama hvernig pakkarnir að öðru leyti líta út. Þessir grundvallarþættir verða alltaf í pakkanum og það eru þeir grundvallarþættir sem að lýsa því að við fáum bara 0,1% sæti að helstu ákvörðunum Evrópusambandsins, við fáum bara 6 þingmenn á Evrópusambandsþingi, við þurfum að lúta sameiginlegri utanríkisstefnu, við þurfum að láta hendi rétt okkar til að semja fríverslunarsamninga við aðrar þjóðir og við þurfum að beygja okkur undir það að Evrópusambandi verði lögaðili, þar að segja getur farið að taka lán og gefa út ríkisskuldabréf sem við þurfum svo að borga í fyllingu tímans. Ekkert af þessum atriðum umsemjanlegt í þínum huga? Nei, alls ekki. Þetta alveg eins og þrígreining ríkisvaldsins eru grundvallarþættir í íslenskri stjórnskipan. Að þá hefur Evrópusambandið sína grundvallarþætti í sinni stjórnskipan. Og eins og ég sagði vinsamlega í sjálfstæðissalnum í uppað þessar baráttu þó að Þorgerður Katrín sem kraftaverka kona, þá breytir hún ekki sjálfum grunn sáttmála Evrópusambandsins. En það hvarflar það ekki að Evrópusambandinu að nokkru ríki sem sækir aðild detti það einu sinni í hug að það geti breytt sjálfum grunn sáttmála Evrópusambandsins sem Lissabonsáttmálinn og Maastricht-sáttmálinn. Það hægt að finna svona einhverja fínstillingar á einhverjum útfæslum á einhverjum einstökum gerðum og svo framvegis, eins og sumabústaðirnir í Danmörku og norðurslóða landbúnaðurinn í Finnlandi og svo framvegis. En hvað snættir sjálfan grunnsáttmálan? Þeir sem sækjum aðild, þeir verða að sjálfsögðu að beygja sig undir hann vegna þess að það hvarflar ekki að neinu ríki í Evrópusambandinu að víkja frá þessum grunnsáttmálum vegna þess að það þyrfti samþykktir á öllum þjóðþingum 27 ríkjana og myndi bara opna svona ormagrifju sem ekkert af þessum ríkjum vill fara inn í. Og eins og ég nefndi í gær, einhver hefði sagt mér það
að sem gamall prófessor í stjórnmálafræði, þingmaður og ráðherra, forseti í 20 ár, að einhverjir ráðherrar myndu fara með þjóðina í þennan leiðangur í þessa atkvæðagreiðslu án þess að þeir myndu ekki einu sinni reyna að útskýra fyrir þjóðinni hvers konar valdafyrirbæri þetta samband væri sem að þjóðin beðin að veita þeim umboð til að ganga til samninga við. Ég hefði ekki trúið því. Vegna þess að það svo ábyrgðarlaust, það svo sérkennilegt, það eins og það sé einhver flótti frá aðalatriðunum. Af hverju gera þetta? Ég get bara ekki útskýrt það. En þú segir að Þorgerður Katrín sé ekki kraftverka kona, en hún hefur þó að minnst kosti einu tímapunkti í þessu ferli hjá okkur lýst yfir að hún telji alltaf líklegt að Evrópusambandi muni bara taka upp sjávarútvegsstefnu Íslands. Já, ég ætla nú ekki að fara að elta einstakar yfirlýsingar. Stjórnmálamenn og ráðherrar segja auðvitað alls konar hluti og kannski trúa þeir tíma sjálfir. En ég hef nú oft sagt á mínu langa ferli, fyrir að síðar eldir veruleikin menn uppi. Það alveg sama hvaða orðaleiki menn reyna að vera með. Veruleikin eldir menn uppi. Og það var það sem Steingrímur J. lýsti mjög rækilega í gær, maðurinn sem var ráðherra, einn af þeim 2 mönnum núlifandi sem vita mest þessa fyrri vegferð. Hvers vegna strandaði og hvers vegna var aldrei tekið á hagsmunum Íslands. Og hvers vegna var ekki einu sinni Ísland virt þess viðlits að taka þá til umræðu. Að það sama mun gerast aftur. Menn að segja núna og ráðherra sem þú nefndir, sagði held ég tíman fyrir þessu verði, já ég mun byrja á erfiðum málunum. Við ákveðum ekki á hvaða málum byrjað. Þetta yfir 30 pakkar og það hinn fjölmenna samningasveit Evrópusambandsins. Deildin úr þessum 100.000 manna her, byrokrata og hagsmunavarða sem í Brussel, sem ráða því hvaða pakkar verða opnaðir og í hvaða röð. Og alveg eins og 2009 til 2012 þurfum við bara að bíða eftir því að þeim þóknist að opna þennan pakka og þennan pakka og svo framvegis. Og Ísland hefur engin tæki í höndum til þess að breyta því. Það að segja, þeir eru búin að fara í gegnum þetta mörgum sinnum. Og þeir munu þetta beita nákvæmlega sömu aðferð núna eins og þeir hafa alltaf gert vegna þess að það eru byrokratarnir í Brussel sem stjórna þessum samningaviðræðum. Það ekki Marta Kos, stækkunarstjórinn, hún bara svona til skrauts. Það þessar herdeildir af þrautþjálfuðum samningamönnum sem hafa ekkert gert annað árum saman heldur að standa í svona aðildarsamningum við alls konar ríki og sem eru búin að takast það til dæmis varandi Svartfjallaland. Að þeir samningar eru búin að standa í 14 ár. Í 14 ár. Það eru 18 ár síðan Svartfjallaland sótti aðild. Það 14 ár síðan var byrjað að semja aðild. Og þeir eru enn á biðlistanum. Hvað sagðirðu að þetta væri fjölmennur hermanna? Já, þetta ef allt talið svona 70.000 manna embættismanna sem vinna hjá Brussel. Hjá Evrópusambandinu og hliðarstofnunum og þinginu og dómstólnum. Mér var það á fundinum í Sjálfstæðissalnum þegar við ýttum áfram Íslandur vör að segja að þetta væri 40.000. En það var að því að ég átti bara við komissjónar sjálfa og þingið og bankan. En svo við 40 hliðarstofnunir. Á vegum Evrópusambandins. Já, á vegum Evrópusambandins sem bætast við. Og síðan má ekki gleyma því að það 30.000 hagsmunaverðir sem starfa í Brussel. Hvaða fólk það? Það fólk sem alls konar samtök hafa ráðið, fyrirtæki. Ég held til dæmis að Google sé með fleiri lögfræðinga í Brussel og sínum vegum til að reka sína hagsmuni heldur en starfa í ýmsum deildum Evrópusambandsins sjálfs. Og það var þetta sem að fulltrúi sænsku bændana sagði á búnaðarráðstefnunni hérna daginn við íslenska bændur þið verið að koma ykkur upp skrifstofu í Brussel ef að farið í þennan leiðangur og það sem átti við þið verið að finna ykkur hagsmunaverði. Og þetta kerfi svona samofið, þessir 70.000 byrokratar og þessir 30.000 hagsmunaverðir, alveg eins og í lobbyismannum í Bandaríkjunum og annars staðar, myndast svona gagnkvæmt net þeirra sem hafa það daglegu starfi að reka þessa ákvarðanatöku með ýmsum hætti. Sko það
það sérstök fræði innan félagsvísindana sem voru mótuð af hinum mikla frumkvöðli Max Weber, hinum þekkta þýska félagsfræðingi fyrir 100 árum síðan eða svo, sem eru rannsóknir á byrokratíu, rannsóknir á svona skrifstofuvöldum, rannsóknir á svona bákni. Og það alveg heil fræðigrein innan félagsvísindana. Þessi menn eru búin að rannsaka það hvernig svona apparat starfa, hver eru markmið þeirra, hvernig eru þeirra daglega virkni og svo framvegis. Og meginniðurstaðan af öllum þessum rannsóknum, og það á við báknið í Brussel, að það fyrst og fremst að gæta sinna hagsmuna, leysa þau vandamál sem það þarf að glíma við. Báknið sjálft. Báknið sjálft. Og hvernig það getur endurnýjað sig og vaxið. Og fundið sér sífellt ný viðfangsefni og nýtt eldsneyti með nýjum reglugerðum og nýjum skrifræðisákvörðunum og með því að vera upptekinn dag og nótt í glímu við hagsmunaverðina og aðra. Og til viðbótar við þennan 100.000 manna her sem í Brussel, að þá eru 20.000 byrokrata í aðildarríkjunum 27 sem heima fyrir hafa líka það verkefni að vera í daglegum samskiptum við þennan her í Brussel. Og eins og ég nefndi til skýringar á Akureyri í gær, að þá hefur okkur borist í hendur núna á síðustu vikum þessara kosningabaráttu ágætt dæmi það hvernig þetta kerfi í Brussel sem nú á að fara að semja við hugsar fyrst og fremst sín eigin vandamál og sína hagsmuni. Og það þetta dæmi með Svartfjallaland. Sko, ég veit alveg að við Íslendingar þekkjum mjög lítið til Svartfjallalands, eða Montenegro eins og það heitir á erlendum málum. Þetta lítið land á Balkanskaganum, tilheyrði Júgóslavíu áratugum saman, var hluti af hinu kommuníska kerfi sem Tito kom á. 600.000 manns. Einhvað svoleiðis, fátækt land, þjóðatekjurnar ekki nema helmingur af því sem í Evrópusambandinu, miklu minna en hér hjá okkur. Vanþróað vegakerfi, vantar innvið á fjölmörgu sviðum og eins og mörg af þessum fátæku ríkum í austur og mið-Evrópu sem losnuð undan harðstjórn kommunistana sáu einhverja framtíð því að reyna að fá peninga frá Brussel til þess að byggja sig upp. Þá sóttu Svartfjallaland fyrir 18 árum aðild að Evrópusambandinu og búin að standa í samningum í 14 ár. En af hverju það ennþá á biðlistan? Það vegna þess að ríkulöndin innan Evrópusambandsins, þau eru búin að fá upp í kok af því að borga fyrir fátækulöndin. Og þess vegna vilja, Frakkar ekki borga, Þjóðverjar ekki borga og enginn vill borga fyrir aðild Svartfjallalands, sem kostar Evrópusambandið einhverja 70-80 milljarða á ári eða meira. Og svo gerist það bara núna í ágúst að hinn merki fjölmiðill Politico sem sérhæfi sig í því að fjalla hvað að gerast í raun og veru innan Evrópusambandsins birti sérstaka fréttaskýringu þetta aðildarferli Íslands. Og svo fréttaskýring sem kom held ég fyrir 2 vikum eitthvað svoleiðis hjá Politico svo ótrúleg að ég tók með mér ljósrit af þessum texta bara til þess að menn væri nú ekki að draga í efa það sem ég væri að segja. Og ég hélt þegar ég opnaði það í tölvunni minni að nú kæmi lýsing á því hvernig byrokratarnir í Brussel, kommissararnir og æðstu embættismenn sem vitnaðir til hvað eftir annað í þessari fréttaskýringu, myndu taka á þessum vandamálum Íslands sem alltaf verið að tala hérna heima. En það bara ekkert slíkt í þessari fréttaskýringu. Þvert á móti vitnað ekki bara í 1 og ekki bara í 2, heldur allmarga embættismenn innan Evrópusambandsins sem sumir ganga undir því nafni til að sýna hvað séu áreiðanlegir senior officials á enskunni, að þeirra megin áhugamál varðandi umsókn Íslands og viðræður við Ísland að nú loksins eftir 30 ár komi ríkt land sem muni borga 10 milljarða á ári inn í Evrópusambandið. Þetta áreiðanleg heimild? Já, Politico var einhver virtasti fjölmiðill sem að fjallar
innri mál Evrópusambandins reyndar líka stjórnmál í Bandaríkjunum og þeir eru með heila herdeild fréttamanna og þeir eru það trúverðugir að æðstu forystumenn Evrópusambandsins og þessa báks þeir ræða óhikað við þá og greina frá sínum málum. Og þarna kemur fram í samtali við hvern embættismann og heitur öðru að það sem að þeir hafa mestan áhuga á varðandi umsókn Íslands og þessar viðræður er að fá Ísland til þess að borga fyrir innkomu Svartfjallalands í Evrópusambandið. Og þeir segja það bara alveg ljóst, svo ég veit nú bara í enska fransan, það sé the best case scenario. Þeir eru búin að vera með þennan höfuðverk árið saman, enginn vill borga fyrir Svartfjallaland og Svartfjallaland búin að vera á biðlistanum meira en áratug og loksins finna þeir land og gætu þess vegna tengt saman í einn díl innkomu Svartfjallalands með því að Ísland borgaði fyrir innkomuna. Og svo spyrja þeir, utanríkisráðherra Svartfjallalands, ert þú tilbúin í svona díl? Og hann segir, já, ég er alveg tilbúin að skoða það. Og svo merkilegt nokkuð, spyrja þeir líka utanríkisráðherra Íslands. Ert þú til í að ræða þennan díl að Ísland borgi fyrir Svartfjallaland með inngöngu sinni í Evrópusambandið? Og hvert er svarið hjá utanríkisráðherra Íslands? Absolutely. Absolutely. Algjörlega. Já, algjörlega. Og ég nefndi nú í gær að ég held að þetta sé skýrasta svar sem utanríkisráðherra hefur gefið í allir þessari umræðu og hún sé absolutely tilbúin að borga fyrir inngöngu Svartfjallalands og nota peninga Íslands til þess. Þessi ummæli eða þessi mynd sem er dregin upp þýðir þá að Evrópusambandi lítur á inngöngu Svartfjallalands og Íslands þannig að Evrópusambandi komi út á sléttu. Já. Menn sé ekki að auka... Já, vandamál Evrópusambandsins er það að það hefur ekkert land gengið í Evrópusambandi síðan 2013. Ekkert land. Það er rúmur áratugur. Og ef þetta er þetta góðsennand og þetta glæstar fram, hvernig stendur það á því? Að það var ekkert land gengið þarna inn síðan 2013. Króatía var það síðasta. Það er af því að öll löndin sem vilja komast inn, það er þessi fátæku litlu lönd eins og Albanía, eins og Svartfjallaland í Austur-Evrópu. Og ríku löndin í Evrópusambandinu er ekki tilbúin að borga fyrir það. Og þegar loksins kemur eftir 30 ár ríkt land eins og við sem mun borga inn minnstakosti 50 milljarðar á ári. Það er alveg ljóst hvað sem jálega reyna að segja. En utanríkisráðuneytið segir 2-7 milljarðar, hafa reyndar aðeins uppfært það? Utanríkisráðuneytið því miður verður maður að segja það er bara orðin áróðstilt í þessari klímu. Utanríkisráðuneytið Íslands? Já, það er bara orðin áróðstilt. Það er engin sjálfstæður matsaðili í þessum efnum og til að bara fá mun á því hvað utanríkisráðuneytið gerir sjálft í dag er átt að lesa grein eftir Gunnar Pálsson, fyrrverandi sendara hjá Evrópusambandinu og fyrrverandi sendara hjá NATO sem birtist í blaðinu ykkar í gær eða skrif Albers Jónssonar sem var sendiherra í Washington, 2 virtustu fyrrverandi sendiherrar Íslands sem rekja þetta málefnalega og ræða þetta mjög ítarlega. Það eru mjög þung orð frá fyrrum forseta. Já, en það er bara því miður þannig. Það er bara því miður þannig. Og það er náttúrulega nær ekki nokkru átt eins og Gunnar Bragi lýsti í blaðinu ykkar að hann fá ekki aðgang að 100 skjölum frá utanríkisráðherra 10 sinni sem snerta þessi mál. En ég vil nú, ég tel að í þessu stóra samhengi þar sem verið er að ræða það að við látum að hendi stóran hlut af því valdi sem sjálfstæðisbaráttan skilað okkur. Við geta kallað það hvaða nöfnum sem menn vilja, en það er alveg ljóst að við látum að hendi stóran hluta af framkvæmdarvaldinu, stóran hluta af löggjafarvaldinu, stóran hluta af dómsvaldinu. Evrópudómstóllinn færir nánast löggjafar ígildi gagnvart í íslenskum málefnum og ef menn draga þá lýsingu í efa, þá finnst mér mjög merkilegt að í þessum bæklingi landskjörstjórnar sem er hlutlaus stofnun. Já, og sem driftar okkar einasta heimili og sem utanríkisráðherrann mætti með í Silfrið þegar formenni mætti þar. Þar er þetta valdaafsal viðurkennt með mjög skýrum hætti á blaðsíðum 12 og 13 í þessum bæklingi landskjörstjórnar. Og þar segir orðrétt
Reglur ESB geta tekið gildi og haft áhrif beint í aðildarríkjunum án aðkomu innlendra stofnana. Þetta segir landskjörstjórn. Og til viðbótar reglur ESB ganga almennt framar reglum aðildarríkjana hafa forgangsáhrif. Og svo bæta þeir betur og segja hér á blaðsíðu 13 á sumum sviðum fer ESB eitt með völdin. Í öðrum málaflokkum skiptast völdin á ákveðin hátt og svo bæta þeir við. Meginreglan að aukin meiri hluti dugar. Það að segja sá meiri hluti þar sem við höfum 0,1% stól. Sko, mér finnst mjög merkilegt í þessari umræðu þar sem menn að draga í efa þessar lýsingar mínar og ýmsar annara. Skulu menn ekki vekja athygli þessari niðurstöðu landskjörstjórnar sem að hún hefur sendt inn í hvert einasta heimili á landinu. Vegna sem hér í örfáum orðum tekin saman á hnitmiðan hátt. Lýsingin á því valdaframsali sem að jáið og fullnusta þess með aðildarsamningi myndi hafa í för með sér. Nú hefur Baldur Þórhallsson, eftirmaður þinn á prófessorstóli við Háskóla. Hann nú ekki eftirmaður minn. Já, hann situr í embætti prófessors við stjórnmálafræðideildina. Hann hefur lýst því yfir afdráttarlaust í myndböndum á vegum járhreyfingarinnar að það felist ekkert fullveldis framsal í samningi eða aðild. Já, sko, ég hef aldrei í þessari umræðu notað orðið fullveldi. Vegna þess að eins og þetta dæmi Baldur gefur til kynna þar alls konar fræðimenn sem toga þá að teygja í allar áttir. Því miður það þannig að fullveldishugtaki sem áður fyrr hafði mjög skýra merkingu í fræðilegri umræðu, hvort sem það lögfræði eða stjórnmálafræði, nú það bara orðið eins og tyggigúmmí sem er tyggt í allar áttir eftir því sem mönnum hendar. Þess vegna hef ég alltaf talað bara framsal valds. Framsal valds. Vald sem að aðili A hafði áður í sínum höndum, fer nú annarkort alfarið til aðila B, eða hann verður að deila því með aðila B. Og það er þetta sem landskjörstjórn lýsir. En það er fullveldis framsal? Já, sko, ég bara nota ekki þann stimpil vegna að það er búið að eyðileggja það orð í fræðilegri umræðu. Með trugli? Já, menn bara af einhverjum, og það er ekkert nýtt, það er búið að vera að gera smátt á undanförnum árum og áratugum. Sko, ég skrifaði mína doktorsritgerð sjálfstæðisbaráttu Íslendinga og það stjórnmálakerfi sem myndaðist frá 1845 til 1918. Ég treysti mér til að mæta hvaða fræðimann sem kjarnan í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga. Baldur hefur aðalega sérhæft sig í smáríkjum í Evrópu. Sko, það er alveg ljóst að þeir sem hófu þá sjálfstæðisbaráttu með þjóðfundinum 1851, þeir byrjuðu við þær aðstæður að Danakonungur hafði öll völd í íslenskum málum í sinni hendi. Og það er dálítið merkilegt að þjóðfundurinn 1851 snerist það að Danakonungur sendi sinn fulltrúa til að flytja Íslendingum þann boðskap að nú ætti að lögtaka skipan þar sem Ísland yrði ófrávingjanlega aldur og ævi hluti af danska ríkinu og öll lög og reglur í Danmörku það gilda á Íslandi. Og svo nefndi ég það að þetta er svona sérkennlegu leikur sögunar í staðinn. Áttu við að fá jafnmarga þingmenn á danska ríkisþinginu eins og við eigum að fá á evrópska þinginu, það segja 6 þingmenn sem þetta hærra hlutfall á danska ríkisþinginu. Og þegar Jón Sigurðsson og félagar mótmæltu þessum tillöguflutningi með þínum frægu orðum, við erum mótmælum allir, þá hófst þessi barátta og það tók 100 ár að ná fullum rétti í samfélagi þjóðaheims, nokkra áratugi til viðbótar að ná fullum rétti yfir þessu stóra hafsvæði kringum Ísland. Og það er óumdeilanlegt að samkvæmt Lissabon-sáttmálanum og Maastricht-sáttmálanum munum við þurfa að afhenda stóran hluta af þessu valdi til ýmissa stofnana í Brussel. Og það er ekkert hægt að deila það, en það hefur engin ráðherra og engin af þeim þingmönnum sem hafa verið fremst í þessari umræðu á hálfu jálíðsins
treyst sér til þess að fara í þessa umræðu. Þeir hafa siglt í gegnum þetta allt saman með því að tala breytta heimsmynd, tala tollabandalag, tala gengismál og svo framvegis, en að ræða eðli þess fyrirbæris sem á að sækjum aðild að hefur ekki verið gert. Mér langar til að spyrja þess út frá langri reynsluðinni á hennu diplomatiska sviði, ekki síst sem forseti en auðvitað líka sem ráðherra og alþingismaður. Þú nefnir að það séu 70.000 embættismenn hjá Evrópusambandinu síðan þessir hagsmunaverðir. Já, ekki gleyma þeim hagsmunaverðum. Þeir eru í daglegum samskiptum við þetta kerfi til að laga það og móta í sínum anda. Það eru 720 manns í íslenska stjórnarráðinu. Ef þú segir, mér finnst þú vera að gefa til kynna að við höfum lítið sem ekki því þetta fólk að gera, en það þá ekki enn en röksendum bara fyrir því að við séum of lítil og veik til að vera á vetur setjandi? Sko, við erum ekki lítil og veik í þeim skilningi að íslensk þjóð hér úti í Atlantshafi hefur náð einstæðum árangri hvað snertir efnahagslegar og félagslegar framfarir, jafnréttisframfarir og lýðræðisframfarir. Við höfum náð farsælum samskiptum við Evrópu, við Bandaríkin, við forysturíki í Asíu og fjölmörg önnur ríki. Við höfum orðið fullburðugt, fullvalda ríki og gleymdu því ekki að þegar Ísland varð lýðveldi 1944, rúmlega 100.000 manns, hafði það aldrei fyrr gerst í veraldarsögunni að svo fámenn eining yrði sovereign ríki. Og það voru margir sem töldu að þessi tilraun myndi ekki takast og bentu á Nýfundnaland sem dæmi það. Og þegar Ólafur Thors var að fjalla útfærsluna úr 3 mílum í 4 mílur, bara 1 mílu, á upphafsárum lýðveldisins til þess að fá aðeins meiri rétt yfir hafsvæðinni kringum Ísland, þá hafði hann orð á því að örlög lýðveldisins myndu ráðast af því hvort þetta tækist ekki. Og af því ég man landhelgisbaráttuna 12 mílur, 50 mílur, 200 mílur, þá snerist hún fyrst og fremst það að tryggja efnahagslegar undirstöður sjálfstæðisins. Og það hefur okkur tekist með glæsilegum hætti. Og ekki bara hvað sjávarútveginn snertir, heldur höfum við byggt ýmsar aðrar stoðir, eins og stóriðjuna, eins og ferðaþjónustuna og nú síðast hugverkaiðnaðinn. Og ég hef sagt undanfarna daga við svona ungt fólk, sagði það síðast í gærkvöldi, sem hefur spurt mig, já, akkur ætti ég að taka mark á því sem þú ert að segja? Ert þú ekki bara einhver gammal kall sem ert með einhverja svona fortíðargrillu í kollinu? Og ég sagði, já, það getur svo sem vel verið. Ég tilheyri þeirri kynslóð sem að fæddist undir dönskum kongi. Það sýnir nú hvað Ísland er ungt. Og ég er ennþá hérna að tala við þig, fæddist undir dönskum kongi. En þú þarft, sagði ég við þetta unga fólk, þú þarft ekki í gærkvöldi, þú þarft ekki að taka mark á mér. Þú þarft ekki heldur að taka mark á ráðherrunum. Hlustaðu bara á þá 2 frumkvöðla sem hafa verið fengsælastir í hagkerfi 21. aldarinnar hvað Ísland snertir, sérstaklega í hinni nýju öflugu grein hugverkaiðnaðarins. Fyrir nokkrum dögum flutti Hilmar Veigar, forstjóri CCP, tímamótaræðu og fundi áfram Ísland, þar sem hann rökstuddi mjög ítarlega hvers vegna hann sem var því fylgjandi fyrir 14 árum að Ísland gengi Evrópusamt og tæki upp evru, var algjörlega skipt skoðun. Áður hafði Guðmundur Fertram, sem stofnaði Kerecis, lýst því mjög rækilega og fundi á Selfossi, hvers vegna hann telur það ekki þjóna hagsmunum Íslands. Og mér finnst það vera umhugsunarvert fyrir hérna ungu forystusveit í ríkisstjórn Íslands að þessir 2 fengsælustu frumkvöðlar í hagkerfi 21. aldarinnar skulu báðir hafa stigið fram og hvatt þjóðina til að segja nei í þessari atkvæðagreiðslu. Það væri svona að taka ekki mark á þeim, væri svona álíka eins og forystumenn þjóðarinnar á síðustu öld hefðu ekki tekið mark á fengsælustu skipstjórunum.
En svo bætti svo þriðji við í gær, Skúli Mogensen, stofnandi sem ungur maður á sínum tíma, sömu skoðunar, hvatti þjóðina til að segja nei. Það ekki einnar messu virði fyrir hérna ungu ráðherrasveit sem núna situr í stjórnarráðinu að velta því aðeins fyrir sér hvers vegna fengsælustu frumkvöðlarnir í íslensku atvinnulífi, sérstaklega í hugvitsiðnaðinum sem allir telja verði burðarás hagvaxtar á 21. öldinni, ekki bara hér, heldur alls staðar í veröldinni, hafa hvatt þjóðina til að segja nei. Og þess vegna sagði ég þetta unga fólk, þú þarft ekki að hlusta á mig, þarft ekki að hlusta á ráðherrana, hlustaðu bara á þá sem hafa náð þessum árangri. Hvernig þeir sjá þetta mál og hvernig þeir sjá framtíð Ísland. Og mér finnst það líka skipta máli að tveir öflugustu forystumenn launafólks í landinu hafa líka gengið inn í þessa sveit að segja nei. Og þegar ég horfi yfir þessar vikur sem hafa liðið, þá finnst mér satt sem mjög merkilegt hvernig á þessum fundum áfram Ísland, allt í kringum landið, hefur stigið fram fólk sem að ég vissi ekki eins og væri til, ungar forystukonur í bændastétt, forystufólk í heimabyggð, frumkvöðlar á ýmsum sviðum, yfirleitt yngra fólk og útskýrt með mjög málefnalegum hætti og mjög ítarlega hvers vegna þau hafa öll komist að þeirri niðurstöðu út frá hagsmunum Íslands og hagsmunum framtíðina að segja nei. En hefur það ekki líka gerst úr þinni áttinni? Nei, því miður verður að segja að það hefur ekki verið. Þau hafa einhvern veginn, bæði ráðherrasveitinni í talning þessa sjárhefingu, orðið svo heilluð af þessari slagorðabrellu já til að sjá, sem sniðug brella, alveg rétt, hún sniðug auglýsingabrella. En hún hefur ekkert efnislegt innihald vegna þess að það ekkert að sjá þetta, liggur allt fyrir og jafnvel ef með reynd að fara til Brussel til að sjá þá það ekki við sem að opnum bóksin, heldur það komissjónin og samningahirðin sem kemur úr þessari 100.000 manna sveit sem að opnar bóksin en ekki við. En það hefur ekkert verið rætt eins og ég sagði áðan Lissabonsáttmálann, sjálft grunneðið Evrópusambandsins, það hefur ekkert verið rætt Maastricht-sáttmálann, það hefur lítið sem ekkert verið rætt reynslu annarra ríkja af því að tilheyra sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins. Og svo hefur þessi málflutningur bara endað í því að það eru ráðnir einhverjir leikarar til þess að flytja þessi rök í einhverju myndböndum. Ég ber nú mikla virðingu fyrir leikurum, hefur mikil aðdáandi íslensk leikhús og erlends leikhús. En þjóðaratkvæðagreiðsla æðsta form af lýðræðinu, árangur slíks fyrirbæris hlýtur að byggjast á efnislegri umræðu en ekki bara því að þú ræður leikara til að fara með einhver slagorð í mismunandi skemmtilegum myndböndum. Og mér finnst þetta sorglegt. Mér finnst þetta sorglegt að það hvorki farið fram efnisumræðum grundvallarþáttinn í Evrópusambandinu. Og mér finnst það líka sorglegt að á sama tíma við erum í Áfram Ísland að tefla fram þessu málefnalega fólki eins og Hilmir Vegari og fjölmörgum öðrum, forystufólki launafólks, frumkvöðlum eins og Guðmundi Fertram, ungum konum, forystukonum úr bændastétt. þá eru bara ráðnir einhverju leikarar til þess að fara með þessa rullu. Og svo gerist það þegar maður les þennan erlenda miðl, Politico, að allt í einu því bara lýst mjög nákvæmlega hálfu embættismanna Evrópusambandsins að aðal áhuga mál þeirra varðandi Ísland að fá Ísland til að borga fyrir eingöngu Svartfjallalands sem búið að vera á biðlistanum í 14 ár og enginn vilja borga fyrir fram að þessu. Og utanríkisráðherra Íslands í stað þess að vísa því bara strax á bug, kemur ekki til mála að fara að tengja viðræður Íslands við eingöngu Svartfjallalands með allir viðingu fyrir Svartfjallalandi. Þá segir utanríkisráðherra Íslands þegar hún spurði því að Politico hvort hún sé til í að ræða þennan díl Svartfjallaland Íslands. Absolutt tilbúin að ræða það. En segjum svo að þjóðin segi já, þvert gegn því sem þú ráðleikur inni, 29. ágúst. Þá langar mig til að spyrja út í tal eða greiningu Karls Baudenbacher. Þú stýrðir fundi þar sem hann talaði fyrrverandi forseti EFTA-dómstólsins. Þar vill hann meina að
niðurstaðan 29. ágúst kunni að verða nánast endanleg, þar að segja að ferlið sem þá fara af stað leiði mögulega til atburðarásar sem gerir það verkum að þjóðinni verði nær ómögulegt annað en að segja já í síðaratkvæðagreiðslunni. Er ekki þetta að gera lítið úr lýðræðinu og þjóðinni með því að halda slíku fram? Sko, ég nefndi nú áðan við þig hinnar víðtæku akademísku rannsóknir sem Max Weber var upphaflega höfundur að rannsaka fyrirbæri svona byrokrasi, það segja báknið sem við kallum stundum á íslensku, það að segja þessar gríðarlega stóru stofnanir með 20.000 skriffinna og byrokrata. Eðli slíkra fyrirbæra mjög skýrir verkferlar og mjög skýrar lýsingar á tilteknu ferli. Og það má margt segja Evrópusambandið en það nánast alveg grafið í stein hvernig það tekur á svona umsóknum. Og ég veit vel að Íslendingar hafa tilhengun að halda við fáum alltaf einhverju sér meðhöndlunni í hérna veröldinni. Það sé bara nóg og mæta á staðinn eins og sumir ráðherrarnir að segja með kassan úti og þá bara bukt allir sig og beygja fyrir Íslandi. En Evrópusambandið búið að vera í aðildarviðræðum við fjöldaríkja. Það ennþá í aðildaríkjum við fjöldaríkja. Það eru 20.000 af byrokratum bæði innan Evrópusambandsins sjálfs og í aðildarríkjunum og umsóknaríkjunum sem horfa bara grannt á þá hvernig það verið að víkja eitthvað frá þessum ferlum, verið að fara einhver aðra leiðir og svo framvegis. Og Ísland mun aldrei komast upp með það að fara einhver aðra leiðir. Það verður ekki í boði? Nei, að sjálfsög ekki, vegna þess að Evrópusambandið alvöru fyrirbæri, alvöru alþjóðleg stofnun sem starfar eftir flóknu regluverki með 20.000 starfsmanna sem gæta þess degi til dags, alla daga ársins að því sé fyllt og síðan all aðildarríkin sem horfa bara fránum augum yfir það að það sé ekki verið að víkja frá því sem þeir eru að sæta á sínum tíma. En þetta þá Og þá sko gerist annarkvort það sem að Steingrímur J. lýsti mjög rækilega á fundinum í gær á Akureyri og það bara 2 menn sem þekkja það ferli alveg inn út og hann annar þeirra og hann lýsti því nákvæmlega hvernig þetta hefði svo bara fjarað út vegna þess að byrokratarnir í Brussel sem önnuðust samningana voru aldrei tilbúnir eða höfðu ekki umboð til þess að hefja ekki einu sinni samræður það sem skipti Ísland mestu máli. Hinn maðurinn þeim góði vinur Össur Skarphéðinsson og hann ræður sér ekki að spenningi yfir því að hefja ferlið að nýju. Þannig að þeir horfa á þetta mjög ólíkum augum. Sko, ég sagði nú við annan ágæta viðmælanda í podcasti, sko, ég tilbúin að gera margt í þessari umræðu, en ég vil helst ekki ræða við minn Össur Skarphéðinsson. Þó að hann hafi kosið að fara að ræða mig á svona Facebook síðu sinni. Ég ætla bara ekki að... Nei, þú vísar ráðherrana og ég segi, þeir líta þetta mjög ólíkum augum. Það reyndar alveg rétt að eru 2 menn sem þekki þetta inn og út. Og ég meina, ég get skilið af hverju Össur sé spenntur fyrir jái vegna þess að það svona endurreisir dálítið hans sögulega feril. Og kannski hefur hann bara áhuga á því. En ég ætla ekki að hætta mér út í þá umræðu. Efnislega það þannig, eins og Steingrímur lýsti, og eins og dæmið með Svartfjallaland sýnir. Sko, þeir eru búin í 14 ár að vera í þessu ferli. Hvað hafa verið margar ríkisstjórnir í Svartfjallalandi á þeim tíma? Hvað hafa verið margir utanríkisráðherrar í Svartfjallalandi á þeim tíma? Hvað hafa verið margir forsætisráðherrar í Svartfjallalandi á þeim tíma? Svo þykjast einhverjir ráðherrar hérna á Íslandi vera þessum umkomnir að segja, já, þeir eru þessu loksins líkur, þá verður þjóðarslögregla. Sko, Evrópusambandið eru heimsmeistarar í því að draga hlutalangin. Það sýnir allt þeirra ferli, þess vegna meðal annars hefur ekkert land gengið inn í Evrópusambandið síðan 2013. 1,5 ár segir utanríkisráðherrann Þorgerður Katrín. Það því miður, sko, það eru bara draumsýnir. Kannski trúa þeir því sjálfar. Eins og ég nefndi á öðrum vettvangi fyrir nokkru síðan, sko, af því að, sko, þegar maður hefur gengt svona þessum embættum sem ég hef gengt og átt þetta lífslaup, þá svona hættir maður að hugsa í stjórnmálaflokkum og maður hættir jafnvel að hugsa í tilteknum ríkisstjórnum.
Og ég hef verulegar áhyggjur af því, sko þeirra vegna, ráðherrana vegna, að ef svo kynna fara þær fengju já út úr þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, þá fyrst vandast nú málið hjá þeim. Þá þyrftu þeir að fara að standa við öll stóru orðin. Þá þyrftu þeir að fara að uppfylla þessar væntingar, þessar hluta þjóðarna sem hefur trúað þessum brellum vöruverðið, pítsuverðið, vextina, evruna og allt þetta og pakkan og annað slíkt. Það brellur? Og já, sjálfsögðu það, en það hefur enginn lagt ákveðin rök og borð fyrir öðru. Jafnvel þótt að menn myndu stefna að evrunni, þá það slíkt ferli að það ekki kommissjónin í Brussel sem ræður því hvort við tökum upp evru. Það Evrópubankin sem ræður því. Og Evrópubankin, eins og alvöru seðlabanki, hefur alveg skýra mælikvarða varðandi verðbólgu, stöðu ríkissjóðs, stöðu gjaldeyristekna og aðrar slíkar hagstærðir hjá ríki áður en það fær að taka upp evruna, og við erum langt frá því að uppfylla slíkt. Við getum kannski uppfyllt það eftir 5 eða 10 ár. En eins og ég held ég hef einhvern tímann sagt við þig, sko reynslan hefur kennt mér að sko fyrr eða síðar eltir veruleikinn menn uppi, og ég held sko ef þær verða svo óheppnar að fá já í þessari atkvæðagreiðslu, þá fyrst vandast nú málið fyrir það sem ráðherra, og þá vandast líka málið fyrir Ísland. Vegna þess að það sem mun gerast alþjóðlega, og það þekki ég vel, ef það verður já í þessari atkvæðagreiðslu, þá verður Ísland af öllum öðrum ríkjum í veröldinni sett í biðstöðu. Það mun ekkert ríki vilja gera fríverslunarsamninga við okkur. Það mun ekkert ríki sem við eigum fríverslunarsamninga við núna vilja þróa þá samninga áfram. Það munu engin íslensk fyrirtæki geta náð nýjum mörkuðum fyrir utan Evrópusambandið, sem skiptir mestum máli í veröldinni. 85% af markaði heimsins utan Evrópusambandsins. Vegna þess að þeir mun allir segja, heyrðu, eru þið að fara inn í Evrópusambandið þannig að þið hafið engan sjálfstæðan rétt í slíkum samningum lengur, og þau þurfum við að beygja ykkur undir regluverk Evrópusambandsins, þá ætlum við bara að bíða. Þannig að þetta verður ein allsherjar biðstaða alþjóðlega fyrir Ísland í 3 ár, 4 ár, 5 ár, 6 ár. Það rosalegur herkostnaður sem að því hlýst. Já, að sjálfsögðu, gríðarlegur fórnarkostnaður. Til viðbótar kemur svo það að íslenska stjórnkerfið svo lítið eins og þú nefndir, og pólitísku kerfið, að það mun ekki geta sinnt neinum sérverkefnum hér heima, vegna þess að verða allir uppteknir við þetta eins og gerðist 2009 til 2012. En svo til viðbótar, af því að menn alltaf að tala Trump og Bandaríkin. Ef ríkisstjórnin verður svo óheppin að fá já í atkvæðagreiðslunni, þá fyrst vandast nú málið í Washington. Vegna þess að þá mun allt kerfið í Washington draga þá ályktun, bíddu rólegur, Ísland á leiðinni að verða bara einhver botlangi í utanríkisstefnu Evrópusambandsins? Það þá þannig að svona fyrirbæri eins og Kaja Kallas eigi að fara að ráða mestu utanríkismál Íslands eftir einhver ár? Þannig að við í Washington, sem höfum í 70 ár sýnt Íslandi þá respekt að meðhandla það sem fullvalda ríki, eins og við heyrðum yfirmann heraflan skera fyrir nokkrum dögum, eins og við sáum í kveðju utanríkisráðherra Bandaríkjanna 17. júní, þá fyrst mun vandi okkar í Washington vaksa. Vegna þá verður allt sem snertir Íslandi í Washington sett í bið. Sama mun gerast í Kína, vegna þess að þeir vita að fríverslunarsamningurinn okkar fellur niður leið og við göngum í Evrópusambandið. Sama mun gerast í Indlandi, sama mun gerast í Suður-Ameríku og líka Afríku. Sko, menn tala mikið í jáhliðinni og setja á sig virðulegan svip í þessar umræðum breytta heimsmynd. Það þurfa að gera þetta út af breyttir heimsmynd. Sko, ég nú búin að hræðast í alþjóðamálum í áratugi. Ég búin að reka í meira en áratug stærsta alþjóðlega vettvang sem Íslendingar hafa búið til. Það Hringborg Norðurslóða. Þar sem yfir 2000 manns frá 70 löndum kemur árlega hingað í hörpuna
í 3 daga og við höldum svo ráðstefnur og þing út allan heim, Evrópu, Bandaríkjunum, Kanada, Mið-Austurlöndum, Asíu og svo framvegis. Ég tel mig með fullu virðingu fyrir öðrum ráðamönnum í þessu landi þekkja hið alþjóðlega landslag nokkuð vel. Vissulega breytt heimsmynd. Sú fullyrðing ein og sér, hún rétt. En í hverju felast breytingarnar? Það felast fyrst og fremst í risi Asíu, í hinu alþjóðlega efnahagskerfi. Landa eins og Indlands, Kína og fleiri landa, Vietnam í Asíu. 21. öldin að mörgum kölluð öld Asíu. Hinn breytta heimsmynd felst líka í miklu auðæfum í Mið-Austurlöndum sem eru notuð til fjárfestinga út allan heim. Hinn breytta heimsmynd felst líka í hinum efnahagslegu breytingum sem áttu stað í Afríku og Suður-Afríku. Og hinn breytta heimsmynd eins og allir sérfræðingar viðurkenna felst líka í hnignun Evrópu. Í þessum samanburði, já, vissulega breytt heimsmynd. En megin einkenni hennar að það eru allir aðrir heimshlutar sem að bjóða okkur ný tækifæri og nýja möguleika en við myndum lokast inn í þessu virki Evrópusambandsins ef við gengum þangað inn og menn þurfa ekki annað en að lesa þær skýrslur sem þeir hafa verið að gefa út sjálfir til þess að átta sig á því og eða kynna sér aðeins sinn djúpa efnahagslega vanda sem Þýskaland og Frakkland og fleiri ríki Evrópusambandinu eiga við. Þannig að því miður verður maður að segja eins og að í stað þess að leiða þjóðina inn á efnisríka umræðu vanda og vegsemd lítillar þjóðar á þessari nýju öld og hlusta á þá fengsælu frumkvöðla sem mestum árangri hafa náð eða ræða efnislega hinnar víðtæku breytingar á heimsmyndinni bara hlaupið í einhver svona slagorð eða yfirborðskenndar fullyrðingar sem standast ekki neina skoðun og af því ég hafði það starfi 20 ára munstra nýjar ríkisstjórnir þá skiptir það auðvitað máli að það sem gerist á Bessastöðum þegar ríkisstjórn tekur völdin að ráðherrarnir fá framkvæmdavald lýðveldisins í sínar hendur. Það ekki réttvægt. Þess vegna mér ekki sama hvað verður lýðveldi, þess vegna mér ekki sama að ungu fólki á Íslandi, nýjum kynslóðum sé talin trú einhverja vitleysu. Og eins og ég sagði við unga fólki í gærkvöldi, þurfið ekki að hlusta á mig. Hlustið bara á Hilmar Veigar eða Guðmund Fertram á Spotify eða YouTube og hlustið hvað þessir árangursríku frumkvöðlar hafa að segja. Ertu þá að segja að Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hafi rasað ráð fram í þessu máli? Já, ég vil helst ekki fara í slíkt hlutverk fréttaskýringar. Ég að reyna að greina það sem þú segir. Ég hef að mörguleyti borið mikla virðingu fyrir Kristrúnu. Ég tel að hún sé einstök forystukona. Ég tel að hún hafi skilað pólitískt gríðarlegum árangri með því að endurreisa samfylkinguna frá því að vera nánast á dauðadildinni yfir í það að vera orðinn forystuflokkur í ríkisstjórn. Og eins og ég sagði fyrir þessum samtölum okkar þegar ég hlusta á hann að lýsa fyrir síðustu þingkosningar hvaða skilyrði þetta verður fyrir hendi til þess að Ísland færi þann árangur sem nú beðið já við eftir rúma viku, þá fannst mér það að vera djúpvitur ung kona en svo velur hún aðra vegferð. Væri fullfær það að verða forsætisráðherra þessa unga lýðveldi. En hún valdi aðra vegferð. Já, og þú ert að taka harðan slag gegn henni. Já, ég er ekki að slást við Kristrúnu Frostadóttur. Nei, vegferðin, þú ert að slást gegn vegferðin? Ástæðan fyrir því að ég hef ákveðið að stiga fram. Og ég gerði mér alveg grein fyrir því að það hendi mig alls konar skít á Facebook og þessum kommandakerfum og svona. Ég nú eldri en 2 vetur, ég veit það. Mér ekki saman lýðveldið. Mér ekki sama árangurinn af sjálfstæðisbaráttu Íslendinga. Mér ekki sama þá stöðu sem þessi litla þjóð hefur fengið í veröldinni og ég þekki hana kannski manna best. Þá virðingu sem menn bera fyrir Íslendingum vítt og breytt veröldina og hvernig menn eru tilbúnir eins og Indverjar og Kínverjar og aðrir að gera fríverslunarsamninga við þetta litla land hér í Norður-Atlantshafi
hvernig lönd í öðrum heimslutum vilja gjarnan efla samstarf við Íslendinga. Það er ástæðan fyrir því að ég kaus að stíga fram vegna þess að í mínum huga eru örlög þessara þjóðar æðra markmið heldur en einhver persónuleg samskipti við þá sem tímabundið gegna ráðherrastöðum á Íslandi. Ég tel mér þess vegna ekki verið í deilum persónulegum eða pólitískum við ráðherrana sem núna sitja í ríkisstjórn. Ég er fyrst og fremst að hugsa framtíð lýðveldisins vegna þess að sko, ef þjóðin hefur sýnt það traust að kjósa þau til forseta ekki bara einu sinni, ekki bara tvisvar, heldur 5 sinnum eins og hún gerði mig. Og þá ber maður ákveðna ábyrgð gagnvart þjóðinni. Þá býr maður við þá skyldu að segja þjóðinni satt. Og allt það sem ég hef sagt í þessum umræðum gert samkvæmt bestu vitund og bestu þekkingu. Ég tel mig ekki vera stund einhvern áróður. Ég hef bara stigið fram aldraður maður á þennan vettvang af því að mér annt örlög Íslendinga og vegna þess að ég hef kannski umfram aðra kynnst í veröldinni hvað hægt að ná ótrúlegum árangri sem lítil þjóð. Og eins og ég spurði í upphafi þessar baráttu, í ljósi alls þess árangur sem við höfum náð, í ljósi alls þess valds sem ungar kynslóðir mun fá í hendur, af hverju þarf að taka þessa uppbeygju núna? Og ég hef ekki fengið neitt svar við því, af hverju þarf að taka þessa uppbeygju. Og svo les maður það og boðið upp á það í einhverjum virtasta fréttamiðli Evrópu, að æðstu embættismenn Evrópusambandsins að fyrirlitningu gagnvart Íslendingum segja, heyrðu, við skulum bara búa til þennan díl. Er þetta fyrirlitning? Já, sjálfsögðu. Í stað þess að ræða við Politico þá efnisþætti sem skipta Ísland mestu máli, þá farið að ræða það hvernig þetta að leysa þennan höfuðverk Evrópusambandsins hvað á að gera við Svartfjallaland. Og þeir finna þá lausn eftir 14 ár, besta láta Ísland borga. Og svarið absolutely. Ísland verður heimabanki fyrir þá. Rétt í lokin, Ólafur, á þessu langa samtali okkar. Þitt gamla pólitíska nef, þú farið í gegnum margar kosningar, unnið margar, tapað sumum. Hvernig heldur þetta fari laugardaginn 29. ágúst? Hvaða saga verður skrifuð í lýðveldissögunni á þessum fallega laugardegi? Já, ég veit það svo sem ekki. Ég hef ekki verið að kynna mér það sérstaklega sko, hvernig staðan svona fylgislega séð. Ég hef fyrst og fremst verið að fylgja minni sannfæringu og flytja minn boðskap. Reynslan hefur hins vegar kennt mér það og það var meðal annars ástæðan fyrir því ég ákvað í andstöðu við þáverandi ríkisstjórn, í andstöðu við nánast alla páfana á Facebook að vísa Icesave í þjóðaratkvæðagreiðslu. Og ég var fordæmdur lengi fyrir það af því ég væri að einangra Ísland eilíflega í samfélagi siðara þjóða. Ég væri að gera Ísland að kúpu norðursins og ég veit ekki hvað og hvað. En ég treysti þjóðinni. Ég ákvað að fela þjóðinni það vald sem hún hefur samkvæmt stjórnarskrá lýðveldisins. Og ég enn þeirrar skoðunar að treysta þjóðinni og tel þess vegna að hún muni komast á þeirri niðurstöðu að framtíð Íslands sé best borgið með því að hafa í okkar höndum öll þau völd sem við höfum haft á undanförnum áratugum. Ólafur Ragnar Grímsson, þakka þér kærlega fyrir komuna í Spursmál. Þakka þér. Þá ekki meira á vettvangi Spursmála þessa vikuna. Við verðum hér að viku liðinni, að minnstakosti. Mögulega verðum við með auka þátt hér í aðdraganda þessar atkvæðagreiðslu. Þið fylgist með því á mbl.is og auðvitað í blaðinu á hverjum degi. Verið þið sæl.